Haldinn fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. júní og forseti vill hjartanlega bjóða borgarfulltrúa Ernu Ásthúsdóttur hjartanlega velkomna á sinn fyrsta borgarstjórnarfund. Við göngum í fyrsta dagskrárlið sem aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 fyrirgefið þögn fyrri umræða og vill forseti vekja athygli á því að ræðutími óbundinn undir fyrsta dagskrárlið. En þá tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Góði forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að fjalla ítarlega þá endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur sem stendur til að samþykkja í auglýsingu, enda hefur verið fjallað það á 4 fundum borgarstjórnar hér áður. Ég vil þó fara yfir meginatriði þess. Það aðalskipulag sem nú til umræðu í eðli sínu gjörólíkt fyrri aðalskipulagum Reykjavíkur. Það boðar algjöran viðsnúning að því leyti að fallið frá hugmyndum byggingu nýrra úthverfa og þess í stað lögð áhersla á þéttingu byggðar innan núverandi borgarmarka. Þéttari borg býður upp á marga kosti þegar litið til framtíðar. Með því að skapa heildstæðari og þéttari borgarmynd nýtum við betur okkar sameiginlegu fjárfestingar sem meðal annars eru í lögnum, götum, skólum og sundlaugum. Þéttari borg dregur úr vegalengdum, minnkar samgöngukostnað og minnkar mengun. Í skipulaginu lögð áhersla á uppbyggingu miðlægra svæða innan núverandi byggðar. Markmiðið að skapa þétta borgarbyggð þar sem atvinnustarfsemi og íbúabyggð fléttast saman og stuðla þannig að meiri nálægð heimila og vinnustaða. Íbúðum verður fjölgað þar sem mikið störf og störfum fjölgað í íbúðahverfum. Meiri dreifing íbúa og starfa dregur úr vegalengdum og hún jafnar líka umferð á stofnbrautum. Það ekki hægt að horfa á byggðaþróun án þess að tengja það við samgöngur, en almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar fá meiri sess í borginni við þetta skipulag. Uppbygging miðsvæðis meðal annars heppileg vegna þess að auðvelt að þjóna henni með almenningssamgöngum. Það mikilvægt að borgin geti boðið upp á fjölbreytilegt húsnæði fyrir alla, bæði í þéttri borgarbyggð og í hefðbundnari úthverfum. Ein af sérstöðu Reykjavíkur sambandi við náttúruna og mikilvægt að tengja íbúabyggðina vel við fjölbreytt útivistarsvæði. Allir eiga að hafa gott aðgengi að náttúrunni. Þetta skipulag mun tryggja það. Fjöldi stefna síðan lagður fram í þessu skipulagi sem miða við að gera borgina að betri borg fyrir fólk. Má nefna kafla borgarvernd, götuna sem borgarrými, stefnu hæðir húsa, stefnu húsnæði fyrir alla, bíla- og hjólastæðistefnu og stefnu sem nefnist Kaupmannahöfn á horninu. Til grundvallar þessum markmiðum eru vandaðar greinargerðir sem útskýra í texta með skýringarmyndum og töflum ástæður hinnar nýju stefnu og hvaða leið skal vera farin til að þær nái árangri. Þetta nýmæli við framsetningu aðalskipulags og mun verða mikilvægt til að kynna þessa nýju stefnumótun fyrir íbúum borgarinnar og ekki síður til að viðhalda þeim markmiðum sem felast í þessu aðalskipulagi. Sú endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur sem við erum nú að leggja til að verði samþykkt til auglýsingar hefur verið lengi í vinnslu. Borgarfulltrúar allra flokka hafa komið að þeirri vinnu. Gildandi aðalskipulag Reykjavíkur frá 2001 og löngu tímabært að það verði endurskoðað. Gert ráð fyrir því í skipulagslögum að aðalskipulag séu endurskoðuð, að það sé athugað á 4 ára fresti hvað þörf sé á endurskoðun aðalskipulaga. Það hins vegar fyrir löngu síðan nauðsynlegt að endurskoða aðalskipulag Reykjavíkur þar sem miklar breytingar hafa gengið yfir í samfélaginu. Þeirri vinnu var hleypt af stokkunum fyrir meira en 6 árum eða árið 2006. Það greinilegt að vinnuferlið var vandað frá upphafi. Það sést til dæmis á því hve miklum jákvæðum breytingum skipulagið hefur tekið. Vandað vinnuferlið jafnframt lærdómsferli. Því með mikilli yfirlegu og með virkum samræðum ná hugmyndir að þroskast og mótast. Endaleg niðurstaða og þannig ferli ekki alltaf fyrir séð. Hún getur jafnvel orðið enn betri en hægt var að sjá fyrir. Þegar ég kom að þessari vinnu árið 2010 sem formaður skipulagsráðs og formaður stýrihóps aðalskipulag hafði því verið í gangi í meira en 3 ár. Ég hafði fylgst vel með því sem arkitekt og áhugamaður skipulagsmál þegar fyrstu drög voru kynnt í öllum hverfum borgarinnar haustið 2009.
Að baki þeim lá mikil og margvísleg greiningarvinna og mat á ólíkum valkostum. Það var augljóst að þar var sleginn nýr tónn í meðferð skipulagsmála. Ekki eingöngu vegna þess að efnistök voru ný og fersk, heldur ekki síður vegna þess að umræðan var opnari en nokkurn tíma fyrr í sögu skipulagsmála í borginni. Eins og áður segir var þessi skipulagsvinna byrjuð löngu fyrir síðustu kosningar og í stýrihópum aðalskipulag hefur setið fólk úr öllum flokkum. Alls hafa 20 manns setið þar. Til gamans má nefna að þar sátu meðal annars fráfarandi ráðherra úr síðustu ríkisstjórn og 2 ráðherrar í nýrri ríkisstjórn. Síðustu misseri vinnunar var stýrihópurinn sameinaður skipulagsráði og var þá orðinn 10 manns, sumir búin að vera frá tíð síðasta meirihluta. Þegar kom að því að afgreiða einstaka málaflokka aðalskipulagsins til kynningar var vinnan tekin inn í skipulagsráð sem var þá orðið gjörkunnugt forsendum aðalskipulagsins. Ég held að megi segja að full sátt ríki allar megin áherslu skipulagsins þó að skipta skoðanir getur verið einstaka útfærslur. Hópurinn vann alltaf vel saman og allir þar sýndu metnað fyrir hönd borgarinnar að gera hana betri. Ég verð að segja að þessi aðalskipulagsvinna hefur verið eitt það skemmtilegasta og fróðlegasta verkefni sem ég hef tekist á við fyrir hönd borgarinnar. Þetta skipulag hefur einnig verið unnið í góðu samráði við borgarbúa. Eins og ég sagði áður voru samráðsfundir veturinn 2009 með íbúum á hverfafundum. Það samtal var mikilvægt innlegg í þróun skipulagsvinnunnar og síðastlið vor var farið í að kynna skipulagið aftur áður en endanlega er gengið frá því. Aftur var opinn fundur í Ráðhúsinu þar sem meginmarkmið aðalskipulagsins voru kynnt og síðan var sérstök kynning í öllum hverfum borgarinnar. Kynningin var undir slagorðinu Borg fyrir fólk og var haldin í hinum ýmsu byggingum borgarinnar, skólum og menningarhúsum. Skipulagsvinnan var þar langt komin en enn var tækifæri til að hafa áhrif á loka útfærslu og benda á það sem betur mætti fara. Þetta voru fjölskylduvænir fundir og flestir vel sóttir. Það var mjög ólíkur andi í hverfum borgarinnar og lærdómsríkt að fá að kynnast þeim Reykvíkingum sem láta sig málið varða og gefa sér tíma til að tala við okkur skipulagsmál. Margir starfsmenn skipulagsviðs hafa komið að þessari vinnu og ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að skrifa og vinna einstaka kafla í skipulaginu. Ég þakka þeim öllum fyrir metnaðarfulla og faglega vinnu. Það er ekki óeðlilegt að skipulagsverkefni þessari stærðargráðu taki tíma og mikilvægt að vanda vel alla þá vinnu sem liggur að baki endanlegri ákvarðanatöku. Sú mikla og góða umræða sem verið hefur í stýrihópum aðalskipulag hefur bætt það mikið. Líflegar og hreinskiptar umræður í þessum hópi voru gefandi og þetta tímamóta aðalskipulag ber þess merki. Í stýrihópnum voru undir lokin auk þess sem hér talar Júlíus Vífill Ingvarsson, Gísli Marteinn Baldursson, Jórunn Ósk Frímannsdóttir, Torfi Hjartarson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Sverrir Bollason, Hólmfríður Jónsdóttir og Elsa Jómann. Að ógleymdri Sólíu Tómasdóttir sem satt þar framan af þessu kjörtímabili. Ég vil þakka þessum stóra stýrihóp sem hefur unnið að endurgera aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 sem, þrátt fyrir deildar meiningar einhver atriði, hefur náð skýrri sameiginlegri sýn á alla megindrætti. Eins og ég sagði áðan hafa fjölmargir aðrir setið í stýrihópum aðalskipulagsins á fyrri stigum og ég vil einnig þakka þeim. En það er eingöngu hálfur sigur að setja fram og samþykkja þetta nýja og góða aðalskipulag. Við þekkjum það af sögunni að oft hafa vindar blásið skipulagsmál borgarinnar og ákvarðanir ekki alltaf verið teknar á yfirvegaðan hátt. Skipulagsmál mega ekki verða bitbein í höndum stjórnmálamanna. Það er ekki hægt að byggja upp góða borg í óvissu þær grunnforsendur sem birtast í aðalskipulagi. Skipulagsmál eru ólík flestum öðrum borgarmálum að því leyti að þau ná yfir lengri tíma og rangar ákvarðanir eru gjarnan óafturkræfar. Það er mín sannfæring að þetta sé tímamótaverk og að nú sé verið að snúa við blaðinu í skipulagsmálum borgarinnar. Ég óska öllum Reykvíkingum til hamingju. Þessi sáttmáli mun varða veginn langt inn í framtíðina. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar.
þakka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir að koma hér upp og fylgja þessu úr hlaði, aðalskipulag Reykjavíkur eða tillögu aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030. Það hefur bara tekið sá siður að fjalla einstaka þætti aðalskipulagsins hér á fundi borgarstjórnar. Þannig að við höfum haft tækifæri til þess hér að ræða ýmislegt sem þó óþarfi að fara að endurtaka hér og nú. Þannig ég ætla ekki að gera það og ekki lengja fundinn með því, en ég vil auðvitað þakka fyrir það vinnulag sem auðvitað af hennu góða, enda þetta gríðarlega stórt og mikið plagg og stór tillaga sem við höfum hér fyrir framan okkur, sem nú meiningin að senda í auglýsingu. Aðalskipulag Reykjavíkur, þó að það sé auðvitað fyrst og fremst skipulag Reykjavíkur borgar, þá tekur það sem aðalskipulag til miklu fleiri þætti heldur en bara þeirra sem kannski mætti halda við fyrstu sýn. Þetta ekki bara skipulag gatna og hverfa og uppbygging gatna og hverfa, heldur nær þetta til miklu víðara samhengis og nær til eiginlega allra hluta borgar samfélagsins. Og eiginlega má segja það að jafnvel þó hér sé að farið mjög víða yfir, þá ennþá hægt að bæta inn í það ýmsum stefnum og það væri ekki ankannlegt eða neitt á skjön við þann tilgang sem við ætlum aðalskipulagi almennt. Þannig til dæmis hér fjallað hluti eins og veitur og landbúnaðarsvæði, það fjallað kaupmanninn á horninu eins og það er kallað, það að segja smávöruverslun eða dagvöruverslun eins og það er kallað, svona í litlu mæli inn í sjálfum hverfunum. Og það talað náttúruna og landslagið og það talað svo margt annað. Og það má eiginlega segja það til dæmis að það verður að fjalla skólamál, skóla- og frístundamál, það verður að fjalla íþróttamál, það verður að fjalla samgöngur í mjög víðum skilningi, hjólreiðar og útivist og svo framvegis. Þetta skipulag auðvitað unnið af þeim sem best til þekkja og sem betur fer að þá býr borgin svo vel að hún hefur yfir að ráða alveg sérstaklega færu fólki. Eiginlega vil ég segja það að þeim kynnum sem ég hef haft af þessum málum almennt, að hér í Reykjavík bestu sérfræðingar á þessu sviði á landinu öllu. Það því full ástæða til þess að byrja á því að þakka þeim öllum saman og þá sérstaklega auðvitað verkefnisstjóra þessa verkefnis, Haraldi Sigurðssyni, en auðvitað öllum öðrum inn á skipulagssviðinu sem komið að mjög mörgum þáttum þessa skipulags. Og það á jafnframt við ýmsa af öðrum sviðum vegna þess að þetta auðvitað sameiginlegt verkefni allra sviða borgarinnar og þar fyrir utan hefur auðvitað þetta verkefni verið kynnt almenningi og almenningur og ýmsir hagsmunaaðilar hafa sent inn sínar athugasemdir og tillögur og góð ráð á meðan að vinnslustiginu stóð. Nú veit ég ekki alveg hvað að segja að vinnslustigið hafi staðið lengi, ætli það geti ekki hafi verið 6 til 7 ár. Ég geti best trúa því og þess vegna þetta alveg rétt sem kom hérna fram áðan að þessu hafa komið æði margir. Og margir hafa starfað jafnframt í þessum aðalskipulagshópi sem skipaði var og það var nýmæli miðað við það hvernig skipulagið gildandi aðalskipulag var unnið að hleypa öllum flokkum að þessu borði og fá sem flesta með góðar hugmyndir. Ég vann að þessu á síðasta kjörtímabili sem formaður skipulagsráðs og síðan í aðalskipulagshópnum og þátttakandi í því. Það má auðvitað enginn skilja það svo að þáttaka í vinnu og undirbúningi að aðalskipulagi þýði að í því felist einhver skuldbinding að standa að niðurstöðunni. Það auðvitað ekki svo. Og þeir sem að flétta hér þessum gögnum sem við höfum, sem einhverjar 300 síður að ég held í mjög stóru formi, sjá það auðvitað að hér svo æði margt sem að menn geta staðið saman að, en auðvitað ýmislegt hér sem hægt að nefna, það sem að leiðir skilja. Og ég ætla auðvitað að fara yfir það aðeins. En þó vil ég auðvitað hrósa því sem nýmæli hér í þessum eða við þá aðalskipulagsvinnu sem unnið hefur verið fram til þessa og það má til dæmis nefna hæðir húsa, það sé að stefna hæðir húsa og ég ætla ekki að eigna mér nokkuð skapaðan hlut í þessu aðalskipulagi umfram aðra en þetta eitthvað sem verið var að vinna innan aðalskipulagssviði þegar ég var þar formaður þannig ég þekki það vinna nokkuð vel og það sama má segja borgarverndina sem var þar líka í vinnslu og aftur ég ætla ekki að segja þetta til þess að reyna að eigna mér það nokkurn hátt en það var auðvitað svona verið að fjalla mikið það á þeim tíma og auðvitað þétting byggðar. Ég ekki alveg viss að allir gera sér grein fyrir því hvað
svona sú stefna sem mótuð svona grundvallarstefna þéttingu byggðar og að þeirri þéttingu byggðar sem stefnt í aðalskipulagi, hversu mikið það skiptir máli. Þannig var á síðasta kjörtímabili verið að vinna með 75% þéttingu byggðar og auðvitað þýðir það mjög mikil þétting hér í vestari hluta borgarinnar, en það til dæmis ekki þýtt að eitthvað þyrfti að velta fyrir sér hvort að Reykjavíkurflugvöllur þyrfti að fara eitthvað annað eða ekki. Það fólst ekki í því. Þétting byggðar er svona sett fram sem nokkuð mikið nýmæli í þessu aðalskipulagi. Þétting byggðar er auðvitað ekkert nýmæli. Hagkvæm nýting borgarlands er ekki nýmæli. Það er eitthvað sem verið hefur viðvarandi í bara endurnýjun og uppbyggingu Reykjavíkurborgar. Við getum sagt frá miðri síðustu öld eða kannski farið ennþá aftar ef við viljum fara út í einhver svona sögulegan fróðleik. Það skiptir bara ekki miklu máli. Það hafa auðvitað allir séð. Það þarf enga sérstaka upplifun eða uppljómun ætla ég nú að segja til þess að gera sér grein fyrir því að þétting byggðar er auðvitað skynsamleg nýting á borgarlandi. En það sem nýmæli hér í þessu aðalskipulagi það að það alfarið stefnt að þéttingu byggðar og þar með auðvitað stefnt að ákveðinni einsleitni. Og borgarfulltrúinn Páll Hjaltason fór hérna yfir þá kosti sem því fylgja að þétta byggð og það má auðvitað til sanns vegar færa að það eru þeir kosti sem þeir að leita að. En þétting byggðar hefur bara á sér fleiri myndir heldur en það. Vegna þess einfaldlega að þétting byggðar getur líka leitt að sér ákveðin óþægindi og við sjáum það til dæmis að þeirri könnun sem af einhverjum ástæðum birtist í Fréttablaðinu í dag það hvar menn vilja helst búa. Könnun sem ég bæti nú við að þeir gerðu af hálfu Reykjavíkurborgar en Reykjavíkurborg hefur aldrei séð, en Fréttablaðið fékk að sjá fyrst af öllum, sem í sjálfu sér nokkuð merkilegt. En ef að henni frétt þá sjá menn að flestir vilja búa þannig að það sé hljóðlátt og það sé gott loft og þetta setja menn svona í efsta sæti og það nú kannski ekki hægt að gera það ef byggð mjög þétt. Það reyndar aðeins fjallað þetta hér. Ég verð að segja það að svona bara við það að flétta þessu og ég hef þetta nú hér fyrir frammi fyrir þá sem að hlusta á okkur og að flétta þessu skipulagi. Og skal nú lofa því strax í upphafi, ég ætla ekki að fara að lesa það. En það auðvitað sérstakt að sjá það að einhverjir vilja setja það fram hér í aðalskipulagi og standa við þann texta að ætla að fullbyggja Reykjavíkurborg. Og ég ætla bara að biðja borgarfulltrúum að hugsa þetta aðeins hvað það þýðir að fullbyggja borgina. Og svona til þess aðeins að setja það í samhengi, þá skal ég rifja það upp að annar borgarstjóri sem að hér var í borgarstjórn þegar að aðalskipulagi frá 2001 til 2024 var samþykkt, sagði nákvæmlega þetta sama. Og það var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem sagði að hún ætlaði að fullbyggja þessa borg. Henni tókst það nú ekki og það mun engum takast, vona ég. Hvernig myndi það nú hljóma ef að borgarstjórinn í Boston segði ég ætla að fullbyggja þessa borg eða borgarstjórinn í Kaupmannahöfn segði ég ætla að fullbyggja þessa borg? Það væri auðvitað aðhlátursefni. Borgir eru auðvitað í stöðugri mótun, stöðugri endurnýjun og ég bara ætla ekki þessu meirihluta það stóra verka fullbyggjana og ég vil ekki að þessi meirihluti Besta flokks og Samfylkingar fullbyggi þessa borg. Og svo í ofanálag þá koma svona gildishlaðnar setningar eins og það að það verði að snúa við áratuga langri útþenslu. Og það gengir lengra heldur það vegna þess að það talað gegndarlausa útþenslu undanfarinna áratuga. Þá sem sagt að fullbyggja borgina og þá koma í veg fyrir gegndarlausa útþenslu. Og borgin á að fullbyggjast á næstu 17 árum fram til ársins 2030 og þá hún fullbyggð og þá þurfa engir að hafa neinar áhyggjur af lífinu framar vegna þess að Reykjavíkurborg fullbyggð. Það bara afgreitt mál og meirihluti Besta flokks og Samfylkingar gekk frá því máli hérna árið 2013 í borgarstjórn. Svona einfalt nú ekki lífið og svona eiginlega svona svolítið hoffmóðurlegt, sjálfbyrgingslegt skulum við segja. Að halda það að endir alls sé hér við gerð þessa aðalskipulags og hvað skeður þá árið 2030 þegar að þessi meirihluti hefur fullbyggt þessa borg. Þá verður auðvitað borgarhliðinu bara lokað
Það þarf ekkert að byggja hér meira og auðvitað gegndarlaus útþensla, hún má auðvitað ekki hefjast. Það verður auðvitað komið í veg fyrir hana með öllum ráðum. Þannig að ég vona það að borgarfulltrúar og aðrir sem hér eru í salnum og hugsanlega eru á okkur að hlusta, sjáu það hversu svona útgangspunkturinn í þessu öllu saman í raun og veru, já, ég sagði sjálfbyrgingslegur, það kannski svolítið kjánalegt líka að tala með þessum hætti. 17 ár í sögu borgar stuttur tími og 17 ár eru reyndar mjög stuttur tími fyrir aðalskipulag og þó að það sé frá árinu 2010 til 2030, þá nú 2013 núna og það getur bara verið farið svo að þetta skipulag verði ekki samþykkt endanlega fyrir árið 2014. Og ég svona minnist á þetta vegna þess að þegar ég ætla að fara hérna yfir tölurnar, útreikningana og uppbygginguna, þá vil ég benda borgarfulltrúum á það að þörfin fyrir uppbyggingu á þessu tímabili, hvort sem við tökum 2010 til 2030 eða 2013 til 2030, mjög ofmetin. Byggir raunverulega ekki á stöðunni eins og hún orðin og gerir ráð fyrir miklu meiri uppbyggingu vestarlega í borginni heldur en nokkur eftirspurn mun verða eftir. Ég svona þegar ég að flétta þessum fyrstu síðum skipulagsins, þá vil ég svona aðeins minnast á það líka að skipulagið eins og það ítarlegt og skemmtilegt, gaman að lesa það, að þá skipulagið ekki bara fyrir okkur til skemmtunar. Aðalskipulag Reykjavíkur auðvitað gagn sem að fagmenn og borgarbúar eiga að geta leita til og geta fundið út hver stefna borgarinnar á sem flestum sviðum og þá ekki síst, og ég reikna með það sem aðalega þannig, hvað verður þeirra svæði og þeirra hverfi, hvernig sér borgarstjórn á hverjum tíma það fyrir sér. Og það allt gott og blessað það að segja og ég hef þetta gaman að þeim upplýsingum ýmsum sem að hérna að finna, en mörgum hverjum hreinlega ofaukið og segja mér ekki mikið meira það hver stefnan Hér til dæmis listi yfir þéttleika byggðar í Kaupmannahöfn, Oslo, höfuðborgarsvæðinu og Houston, Texas. Og sömuleiðis ferðavenjur þessara sömu staða sérstaklega tilgreindir. Og ég svona vil nefna það vegna þess að þá auðvitað eftir að breyta þessu plaggi þegar það kemur úr auglýsingu og kynningu og fara betur yfir það, maður horfir á þessar upplýsingar og maður veltir fyrir sér og hvað segir þetta okkur? Hvað verið að segja okkur með þessum upplýsingum? Erum við að stefna því að verða eins og Kaupmannahöfn, ef við vera mín í Kaupmannahöfn? Nei, ég held að ég ger engum upp að hafa neitt áhuga á því. Eða vera mín í Oslo og því síður mín í Houston, sem að líka hefur engan samanburð, ekki norræn borg, ekki borg sem að á nokkurn hátt svipar til Reykjavíkur og eitthvað sem við getum lært af. Þannig að fyrir utan það, ég vil bara benda það að Kaupmannahöfn nú svona mæld með ýmsum hætti, það að segja hvort þetta bara gamla borgin sem var innan borgarmúrana eða hvort þetta stór Kaupmannahafnarsvæði sem nú farið að telja alveg yfir til Malmö og Reykjavík auk þess væntanlega, höfuðborgarsvæði hér væntanlega bara þétt byggðarsvæðin en ekki allar uppsveitir þessara borga. Þannig að það má reikna þetta með ýmsum hætti, ég ætla ekki út í þetta frekar en bara svona benda á það að þetta ekki endilega eitthvað sem að gagnast þeim sem eru að lesa aðalskipulagið og vilja sjá út úr því hver stefnan og það sama reyndar annar staðar í skipulaginu þar sem verður að fjalla þéttleika byggðar og bera saman þéttleika byggðar Reykjavíkur og Álftanes og Garðabæjar og bera saman samgöngu ferðavenjur, ferðavenjur þeirra sem að þarna búa, hvort að þeir fara bíl, gangandi eða hjólandi eða strætisvagn og það allt gott og bless og mér finnst þetta áhugaverðar upplýsingar og ég það er náttúrulega ekki takt einum og þetta ágætt til upprifinnar en það má svona velta fyrir sér til hvers, hverju þjónar það. Þetta mjög fræðilega unnið og þetta mjög vel gert en það má kannski aðeins svona tálka til það sem ekki skiptir máli við túlkun á því til þess að sjá raunverulega hvernig þetta Aðalskipulag hægt að nota með ýmsum hætti og borgarfulltrúinn Páll Hjaltason kom hér inn á það að þetta væri að mörgu leyti bylting, ég man nú ekki alveg hvað orð að nota þið en mjög mikil breyting í öllu falli frá því aðalskipulagi sem nú í gildi.
Ekki nokkur sem að mótmæli því að aðalskipulag Reykjavíkur frá 2001 til 2024 úrelt plagg og engin mótmæli því að það hefði mátt breyta aðalskipulag Reykjavíkur og endurnýja það fyrir nokkuð löngu síðan. Og kannski má segja það að vegna þess að við höfum verið svo lengi að vinna þetta aðalskipulag sem við erum að fjalla núna, kannski það ástæðan fyrir því að það orðið svona kannski jafnvel svona bara full mikið unnið. Og þá ég auðvitað ekki á nokkurn hátt að halla á þá sem voru að vinna að þessu heldur þetta plagg pólitísk stefna og ekki auðvitað vinnugagn inn á skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Heldur þetta fyrst og fremst pólitísk stefna þeirra sem eru í meirihluta á hverjum tíma. Alveg það rétt að aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 orðið úrelt og margt af því sem að þar hefur verið sett fram hefur engum meirihluta dottið í hug að hrinda í framkvæmd. Og það svolítið að velta fyrir mér eitthvað viðtal sem ég heyrði nú borgarfulltrúan fara í vegna aðalskipulagsins og það verið búið að gera ýmsar breytingar á því aðalskipulagi sem að nú í gildi og það kemur fram í þessu aðalskipulagi sem við erum að fjalla og þar á meðal var nefnd til dæmis stórskipahöfn á Geldinganesi. Þetta auðvitað engum í hug að fara að stefna að stórskipahöfn á Geldinganesi. Og það sama á við landfyllingar, það auðvitað var enginn að velta því fyrir sér eða sína nokkurn áhuga því að fara út í landfyllingar og þá ekki síst hér við Ánanaustið þar sem miklar landfyllingar eru leyfðar samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkur sem að gildi til ársins 2024 og svo eru landfyllingar líka í Gufunesi og svo framvegis. Þannig að það að mörgu leyti gamaldags. Það gildir ekki í beinlínis og sömuleiðis hafa verið settar mjög margar stefnur innan borgarinnar, ég til dæmis nefni hjólreiðaáætlun sem að auðvitað koma í staðinn fyrir aðalskipulagið og lýsa stefnu borgaryfirvalda og þurfti ekki endilega að fara að breyta aðalskipulagi til þess að setja þessi stefnur inn í aðalskipulag þeim tíma. Þess vegna kemur á óvart að sá liður sem að umdeildastur í gildandi aðalskipulagi sem auðvitað brottför flugvallarins samkvæmt í skipulagi, brottflutningur flugvallarins í Reykjavík í Vatnsmýrinni, að hann stendur áfram. Það alveg óhaggað. Að því leyti til þá byggir þetta skipulag að verulegu leyti á þeirri byggðaþróun sem setti fram í aðalskipulaginu 2001 til 2024. Og þá ætla ég aðeins að fara út í það hvernig það hugsað. Það nú svo að hér í þessum gögnum að finna mikilvægar upplýsingar það hvernig íbúðir hafa verið fullbyggðar í Reykjavík og hvað árum. Og þessar upplýsingar að finna á blaðsíðu 179 fyrir þá sem við erum með þetta fyrir fram að sig. Og þar sjáum við það hvernig það hafa komið þetta tímabil, sérstaklega árið 1932 og 1940 þar sem að íbúðir hafa svona varla verið byggðar í Reykjavík og þá verðum við þó að hafa hugfast að á þessum tíma hafa Reykvíkingar verið, ég giska, svona kannski 25–30.000 talsins. En ef við tökum svona þau ár, sleppum auðvitað hruninu og tökum nokkra áratugi aftur í tíman og við getum alveg farið fram á 8. áratuginn upphafi hans, að þá sjáum við það að meðaltals uppbygging íbúða í Reykjavík, miðað við þá eðlilegar aðstæður, eru 650 íbúðir. Það ekki meira en það. Og þá erum við ekki að taka með árin 2008, 9, 10 og 11 og 12 sem að sjást hérna líka þar sem að fjöldi íbúða ári sem eru fullgerðar eru svona 95, 141 í fyrra bersýnilega með þessi gögn sem að hérna að sjá. Þannig þetta staðan. Og það sem kannski svona áhugavert fyrir borgarfulltrúa að velta fyrir sér, því þannig oft talað hrunið og hvað áhrif það hefur og þessa miklu þenslu, að þenslan í fullgerðum íbúðum eða íbúðarsmíðum hér í Reykjavík, hún var nú ekki svona svakaleg eins og menn vilja vera af láta. Þenslan verður mest árið 2004 sem það 872 íbúðir, en það svona að benda á það að það fer alveg niður í 403 íbúðir árið 2003. Þannig að þenslan á höfuðborgarsvæðinu að mjög miklu leyti utan Reykjavíkur. Ég bara svona benda á þetta því þetta blasir við þegar menn horfa á það línurit sem hérna í
þessu öllu saman. Þannig að ef við förum og skoðum það hvernig höfundar þessa aðalskipulags, hvernig meirihlutinn sér fyrir sér uppbygginguna í Reykjavík, sem aðallega að finna hérna á blaðsíðu 32 og 33, þá sjáum við það að byggð, og það er óhætt að taka þetta svolítið stífar heldur inn í núverandi aðalskipulagi vegna þess að þetta er sett inn í ártöl, það er sett inn í tímabil, uppbyggingatímabil, sem er mjög af hennu góða. Það er að segja að við erum að stýra uppbyggingafasanum á hverjum tíma. Og þá sjáum við það að það eru 12.445 íbúðir sem er þá vestan Elliðaáa og það eru 5.329 íbúðir sem eru austan Elliðaáa. Alls eru þetta 17.765 íbúðir. Og það er nú svolítið merkilegt vegna þess að við miðum náttúrulega bara við þörfina. Það er að segja miðum við fram til ársins 2030 miðum við 650 sem er bara nákvæmlega það sem að verið hefur, enda þótt að reikna með að þetta ár og kannski alveg næstu árin verði langt undir meðaltali. Þá skulum vona það á tímabilinu komist við til með að fara upp í meðaltalið. Þá er þörf fyrir íbúðir á þessu svæði 11.050. Og þá sjáum við að við erum með þessu að gera ráð fyrir 6.715 umfram það sem að teljast verður svona skynsamlegur framreikningur á þörf fyrir íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Og þá veltum við því fyrir okkur líka að ef við tökum bara flugvallarsvæðið eitt og sér, tökum ekki þéttingarreitina í kringum flugvöllinn sem er eðlilegt að fari í uppbyggingu og allir eru sammála þá sjáum við það að það eru 4.950 íbúðir bara á flugvöllinum einum og sér og þá tökum við allt tímabilið. Sem þýðir þetta eru svona það bil, þrátt fyrir við tökum þetta svona, þrátt fyrir við tökum flugvöllin ekki með í uppbygginguna, þá verður þetta 2.000 íbúðir sem reiknaði með umfram þörf. Og ég bara bið þá formann umhverfis- og skipulagsráðs að koma hér upp og skýra það fyrir borgarstjórn, hvernig á því stendur að reiknað er með svo mikilli uppbyggingu á svæðinu á þessum tíma og að verið sé að gera svo mikið rask í atvinnulífi og samgöngumáta landsins sem það auðvitað að flugvöllurinn verði fjarlægður þegar bersýnilega miðað við þær tölur sem ég hér að fara með og bara eðlilega samlagningu að er ekki þörf fyrir. Þannig að menn verða að greina svolítið trén frá skóginum og átt að sjá því hvert er að stefna og hversu nauðsynlegt það er að stefna í þessa átt. Ég nefndi það áðan að það hefur kosti að þétta byggð og það hefur alltaf verið stefnt að því í Reykjavík að nýta land og það er sem sagt auðvitað þétting byggðar, það er bara hagkvæm nýting lands. En það er engu að síður svo að það er rétt sem að stendur hér í þínum almenna texta í kaflanum blandaða byggð við sundin. Það stendur með leyfi forseta. Þétting byggðar er ekki án hliðarverkana. Hún getur haft neikvæð umhverfisáhrif innan eldri hverfa og aukið óþarflega álag á umferðaræður og þjónustustofnanir. Mikil áhersla á þéttingu byggðar, þar sem einkum er gert ráð fyrir íbúðum í fjölbýli, getur einnig leitt til einhæfara framboðs húsnæðis. Við framfylgd stefnu þéttari borg þarf ávallt að hafa til hliðsjónar markmið aðalskipulagsins aukin gæði byggðar og lífsgæði í hverfunum og stefnu í húsnæðismálum. Og þar með líkur tilvitnun, ég vildi bara að koma þetta fram vegna þess að þetta er nú svo að á þessum peningi eru tvær hliðar. Ég vil þá líka, því ég er að tala þéttinguna, aðeins nefna það að það hafa verið til fjölda ára mikilvæg þéttingarsvæði tilbúin til uppbygginga fyrir þá sem áhuga hafa hér í vestari hluta borgarinnar. Það var á síðasta kjörtímabili, það er á núverandi kjörtímabili og mörg af þessum svæðum er ekki að hreyfast vegna þess að það er ekki mikill áhugi fyrir því. Sum af þessum svæðum hafa verið í eigu byggingaraðila, stórra fyrirtækja sem engu að síður hafa haldið sinni starfsemi aðalega utan borgarmarkana og byggt upp þar í öðrum sveitarfélögum. Og fyrir þessu eru eflaust margar ástæður og ég hef nú ekki verið að rukka þá sem að þessar lóðir eiga þær en engu að síður verða menn að hafa hugfast að uppbygging á vestari hluta borgarinnar er uppbygging dýrra íbúða. Það eru ekki íbúðir sem að ungt fólk, barnafjölskyldur treysta sér til að festa kaup á
miðað við það hvernig þetta hefur gengið fyrir sig á undanförnum árum. Og þá vil ég bara nefna það, því að þetta nú allt saman hér að gerast í kringum okkur, að á þeim stöðum þar sem uppbygging hefur átt sér stað, eins og Lindargötu, Skúlagötu, Mýragötu, Tryggvagötu, eru íbúðir sem eru til sölu og þær hafa mjög margar því miður verið til sölu mjög lengi. Og allar þessar íbúðir eru mjög dýrar og þær eru of dýrar fyrir hinn almenna borgarbúa og þær eru svo augljóslega allt of dýrar fyrir ungar barna fjölskyldur. Ég hef áður sagt það hér í borgarstjórn að við erum einhvern veginn að loka augunum fyrir því að við erum allar ekki að bregðast við því, svo ég taki nú ekki sterkar til orða, að ungar barnafjölskyldur leita fram hjá borginni og finna sér sama stað til framtíðar í öðrum sveitarfélögum. Og það mun náttúrulega augljóslega gerast ef að svo fer sem að þetta aðalskipulag fjallar það er að segja þá að stoppa gegndarlausa útþenslu stefnu þannig að það verða engin hverfi byggð, þessi hverfi eins og Grafarvogur og Breiðholt og Grafarholtið, Norðlingaholtið og Úlfarsárdalurinn og sumt að þessu tilheyra nú tíma R-listans, svo því sé nú haldið svona til haga, að það sem sagt slík gegndarlaus útþenslu stefna borgarinnar hefði aldrei átt sér stað ef þessi meirihluti hefði verið við völd á þeim tíma, bersýnilega, þarf ekki að ræða það. Og þar af leiðandi það svoleiðis alveg gulltryggt inn í framtíðina að þær fjölskyldur sem ekki geta fundið sér húsnæði í borginni á þessum tíma geta það svo sannarlega ekki inn í framtíðina. En það var komið ýmsar athugasemdir við ýmislegt í þessu skipulagi á tímanum og þá alveg sérstaklega hefur verið bent á flugvöllinn í Vatnsmýrinni í því sambandi og núna síðast sá ég það í fjölmiðlum að SAF, ferðaþjónustan og veitingahúseigendur sem í þeim samtökum gerðu mjög mikla og alvarlegar athugasemdir við það. Og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að taka tillit til þess og það er sérstaklega mikilvægt að við séum ekki að ana að því að krefjast þess og ég bara bið borgarfulltrúa í fullri vinsemdum að hugsa það að ana ekki að því að krefjast þess að flugvöllurinn og flugstarfsemi leggist af í Reykjavík þegar enginn stendur við brautarendana tilbúin til uppbyggingar á þessu svæði og enda þótt það gerist einhvern tímann í framtíðinni þá verður þá bara að taka þá ákvörðun þegar þar að kemur. Ég hef reyndar aldrei skilið það hvernig sú borgarstjórn sem að satt hér árið 2001 gat einhvern veginn hugsað það eða ímynda sér það að árið 2024 þegar 6 borgarstjórnarkosningar höfðu farið fram hér í Reykjavík að þá sæti hér eitthvað fólk sem að tæki bara allt það sem að þau sögðu árið 2000 og 2001, ég held að þetta byrja að vinna 98, bara sem algjörlega nýjuneti og með það og allt þetta fólk, ég vil taka það fram, allt það fólk sem að stóða því að aðalskipulagið sem nú er í gildi löngu farið að þessum vettvangi, það bara horfið til annarra starfa. En hér sitjum við eftir með þær tillögur sem að setta voru fram í aðalskipulagi sem átti að ná til ársins 2024, það er að segja 6 borgarstjórnarkosningum síðar og áttum bara að segja gott og vel, flott hjá þeim, samþykkjum það. Það er bara æðislegt sko. Það er engar nýjar hugmyndir að koma frá okkur, þau eiga þetta. Það er svona bara bið borgarfulltrúa og aðra þá sem áhlusta að bara velta því fyrir sér hvort eitthvað hafi nú ekki drifið okkar daga frá þessum tíma. Hvort það sé nú ekki eitthvað sem að hafi breytt þessum ákvörðunum eða hvort allt saman sé eins og hvort að þeir sem að þarna sátu, ágætis fólk auðvita, að það hafi bara hitt svona naglann gjörsamlega á höfuðið að það sé alveg útiloka fyrir okkur að hugsa nokkara frumlega hugsun eftir það. Mig langar aðeins að fara hérna yfir atvinnusvæðin og ég geri það bara og bið borgarfulltrúan Pál Hjaltason að hlusta aðeins á það og þá bara leiðrétta það hérna fyrir okkur hér í borgarstjórn af því að það líka eru svona tölur sem einhvern veginn gangi ekki alveg upp
og þá ég ekkert að flækja máli mikið, heldur bara svona að leggja saman og sjá hvernig það lítur út. Það sagt hér að gera megi ráð fyrir því, held ég að hérna á blaðsíðu 28 stendur sko málum leyfi forseta vestan Elliðaáar gæti atvinnuhúsnæði stækkað yfir 1 milljón fermetra og þá ekki innifælin aukning sem geti skapast með viðbótar byggingarlandi í Vatnsmýri með brotthvarfi flugvallarins. Og gott og vel, ég ætla ekki að bera breiður á það að hvorki að þetta sé hægt eða hvernig þetta er gert eða annað slíkt, en ég vil bara benda á það að fyrir mig sem er bara að lesa mig gegnum þetta, eins og allir aðrir sem að koma til með að skoða þetta, verða bara að horfa á það sem fyrir fram að þá stendur, að þá gengur þetta ekki allsendis upp. Í því korti sem að hér í kaflanum öflug atvinnusvæði eru 850.000 fermetrar og vestan Elliðaáa þeir ekki nema 670. Það einhvern veginn gengur ekki alveg upp og þannig að ætlar ekki að orðlengi það að tegja þetta að toga, heldur bara að benda á það að það sé rétt að fá þá skýringu á því og ef maður flettir borgarhverfi að hlutanum og leggur saman það atvinnuhúsnæði sem að þar tilgreint í hverju hverfi fyrir sig, bara ef að það skildi þá skýra þetta eitthvað frekar, að þá eru það einnig 765.000 fermetrar vestan Elliðaána með Vatnsmýrinni. En ef við tökum Vatnsmýrin út, þá er þetta 425 fermetrar. Og þá er þetta komið svolítið langt frá því sem markmiði sem að settir hérna fram annar staðar í kaflanum. Og nú getur vel verið að mér sjáist yfir eitthvað svona augljóst í þessu sem að skýrir þetta. En þá bara byggjum það að það komi hérna upp formaðurinn og gerir grein fyrir því og færi okkur í sannleikanum það, ekki bara mig, heldur aðra sem að lesa þetta. Og þá aftur, ég vil ítrekka það að það sé þá skýrt út hvernig og af hverju gert ráð fyrir svo mikilli uppbyggingu íbúðalangt umfram það sem að nauðsynlegt getur talist miðað við bara eðlilega framþróun skipulagsins. Svo eru svona bara smáatriði sem að sko þarf bara að lesa betur yfir. Það er svona texti til dæmis hérna á blaðsíðu 143 vítahring vegakerfisins sem að ég bara ætla ekki að fara að lesa neitt sérstaklega, heldur bara bendi á að það er eitthvað svolítið sem er svona þversögn í því sem að þar er haldið fram að mínu mati allavega. Og þó ég hafi sagt það að það sé hérna óþarflega miklar upplýsingar í þessu að þá hef ég mjög gaman að þeim og margt af þeim eru fróðlegar og ég vil bara benda þeim sem eru að lesa þetta aðalskipulag á ýmislegt forvitnilegt eins og til dæmis almenningssamgöngur sem hérna fram kemur, hvernig þær hafa dregist saman frá 7. áratugnum og það er svo sannarlega eru skilaboð til okkar allra sem að hér erum að standa okkur betur heldur en við gerum núna og auðvitað hefur efnahagsástandið mikið að segja í því sambandi og þetta er svona í megindráttum það sem að ég vildi segja aðalskipulagið. Ég get því miður ekki, og ég segi því miður vegna þess að það náttúrulega verið æskilegt að við hefum getað fundið sameiginlegan tón í þessu, en ég get því miður ekki samþykkt þessa tillögu og ég sat hjá við afgreiðslu hennar í umhverfis- og skipulagsráði. Ég hins vegar leggst auðvitað ekki gegn því að fólk fái þessa tillögu til umfjöllunar og til þess að fjalla hana og koma með sínar athugasemdir og vonandi góðar tillögur, enda hafa margir borgarbúar komið að þessu borði. Ég fór í öll hverfi borgarinnar með aðalskipulagið og frumstigi vinnunar og fékk að hlusta á og fékk góðar hugmyndir. Ég held að 1500 hugmyndir hafi komið út úr þeim fundum öllum saman sem að rötuðu inn í aðalskipulagið. Ég hins vegar ítreka það sem ég hef sagt varðandi einsleitnina og ég held að borgarbúar sem eru að horfa fram í tímann og uppbyggingu borgarinnar verða að skoða það alvarlega að sú uppbygging sem að er stefnt hér mun að öllum líkindum gagnast fyrst og fremst vel stæðu fólki
á miðjum aldri. Og ég held líka, og ég held að það náttúrulega ekki skemmtilegt fyrir þá sem að hér eru að hlusta á það, en það einfaldlega svo að ég held að þetta skipulag sem að stefnir að þéttingu byggðar mun leiða til meiri dreifingar en nokkuð annað skipulag. Ekki vegna þess að dreifingin verði hér í Reykjavík, heldur vegna þess að dreifingin verður annars staðar en hér í Reykjavík, af því að við erum ekki að taka á móti þeim sem að við þurfum að taka á móti. Við erum ekki að tryggja fjölbreytileikann, við erum að tryggja einsleitni. Því svo haldið fram að með þessu skipulagi sé verið að draga úr áhrifum mengunar og tryggja loftgæði, en það ekki víst að svo verði. Þetta skipulag með þéttri byggð og þeirri umferð sem að henni fylgir, þrátt fyrir stefnum það að sem flestir hjóli og gangi og noti almenningssamgöngur, að þá það nokkuð sem er hægt að stjórna upp á ákveðnu marki en ekki alveg. Þannig ég held að loftgæði geta og munu líklega versna í vestari hluta borgarinnar þegar öll uppbygging, meira og minna, öll uppbygging verður vestan Snorrabrautar. Þar sem, miðað við þá uppbyggingu sem við sjáum hér í aðalskipulaginu, mun rísa sem samsvarar einum Akureyrarbæ. Og við á sama tíma erum við að gera akkurat ekkert, engar mótvægisaðgerðir í samgöngumálum. Það gengur bara augljóslega ekki upp og það verður einhver aðrir að moka þennan flór ef að þetta skipulag mun ganga eftir, síðar meir. Því sem sagt haldið fram að þetta skipulag tryggi fjölbreytileika, en ég segi að þetta skipulag endurspeglar ákveðna þröngsýni. Það of sjálfmiðað, því að það verið að gefa sér að allir vilji búa með einhverjum ákveðnum hætti en ekki tekið tillit til þeirra fjölbreytilegu sjónarmiða, margbreytilegu sjónarmiða allra borgarbúa, og þetta skipulag verði það að raunveruleika mun fyrst og fremst tryggja einsleitni í stað fjölbreytileika. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það mér sönn ánægja og nánast heiður að fá að taka þátt í þessar umræðu hér þegar við erum að samþykkja auglýsingu nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík. Ég hef átt sæti í borgarstjórn frá 2002 og aldrei tekið þátt í afgreiðslu á aðalskipulagi fyrir borgina. Og það rétt sem hér hefur komið fram að það mjög merkilegt við þetta aðalskipulag. Til dæmis hefur það borið saman við síðasta aðalskipulag, ég tala nú ekki þar eldri plögg, að vinnan við þetta skipulag hefur verið leidd af mörgum gegnum ólíka meirihluta í tíð mismunandi borgarstjóra, en alltaf með sömu stefnu, kjölfestu og megin áherslur. Það líka annað megineinkenni á þessu að vinnuferlið hefur verið miklu opnara og gegnsærra og það hefur verið leitað meira til borgarbúa, hagsmunaaðila, stofnaðir rýnihópar, haldnir fagfundir, og fyrir það vil ég hrósa þeim sem hafa leitt þessa vinnu, bæði á þessu kjörtímabili og því síðasta, kannski sérstaklega þeim Páli Hjaltasyni, núverandi formanni skipulagsráðs, og þeim sem hér áður talaði, Júlíusi Vífli Ingvasyni borgarfulltrúa, sem fór alla Reykjavík haustið 2009 til þess að spurja fólk hvernig borg það vildi búa í. Og allir sem voru á þeim fundum sjá einfaldlega mjög skýrt
merki þess sem að íbúar voru að setja niður á blað og biðja Þessi gögn eru meira að minna öll til á vefnum að gefnu tilefni þá kíkti ég á þetta núna á dögunum og það mjög áhugavert að bera saman ábendingar borgarbúa og þetta heildstæða skipulag til 2030. Áhyggjur fólks í daglegu lífi eru mjög oft af umferð og ógnum í umferðinni, af hlutum eins og mengun, af öryggi barna, aðgangi grænum svæðum, en líka eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kom inn á, að geta bara séð heimili sínu farborða, að þurfa ekki að búa í of dýru húsnæði, að hafa nóg handan á milli til þess að geta séð fyrir sér og sínum. Aðalskipulagið skiptist í nokkra kafla og við höfum farið í gegnum þá hér í ítarlegri umræðu á þessu vori sem líka nýmæli og hefur kannski dýpkað sýn okkar allra á þetta aðalskipulag. Þarna eru mikil tímamót í stefnunum það hvernig borgin á að þróast. Nú á hún að þróast inn á við með þéttingu byggðar og það ekki bara orð í þessu skipulagi heldur höfum við kortlagt einstaka reiti, kortlagt eignarhaldið á þeim, kortlagt hvað sé hægt að byggja mikið hvar og listi og töflur yfir alla þessa reiti að finna í kaflanum borgina við sundin ásamt ártölum þar sem áætlað hvenær þessi reitir komast til uppbyggingar. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson spurði raunar sérstaklega að því hvaða reitir eru að fara í uppbyggingu. Mun það einhvern tímann gerast? Og það ánægjulegt frá því að segja að við erum búin að vera að funda með verktökum, þróunaraðilum, fjármálastofnunum og öðrum hagsmunaaðilum í borginni sem eru að huga að uppbyggingu og mér langar til þess að nefna nokkra af þessum reitum vegna þess að þeir eru fjölmargir til marks að áherslur borgaryfirvalda í nýju aðalskipulagi og uppbyggingaraðila, verktaka og þróunarfyrirtækja fara í mörgu saman. Ef við byrjum hér vestur frá að þá verða vígðar núna næsta vetur 297 stúdentaíbúðir í Vatnsmýrinni og stúdentar hafa fengið úthlutað annarri lóð upp í Brautarholti 7 þar sem rísa 100 íbúðir. 200 metrum frá eru Þ.G. verktakar að reisa 130 íbúðir á Hampiðureit og einungis 50 metrum frá þeirri uppbyggingu búseti að fara í gang með 230 íbúðir sem eru þá búseturéttaríbúðir. Við þekkjum umræðan Laugavegsreitina. Þar eru tveir nýbúnir að fara í gegnum skipulag, Hljómalindareitur og Brynjureitur. En umhverfis- og skipulagsráð auglýsti eða ákvað að auglýsa líka Frakkastígsreit á síðasta fundi sínum. Þannig að þar eru reitir sem að meðal annars muni fela í sér uppbyggingu íbúðarhúsnæðis en líka atvinnuhúsnæðis að fara í gang. Slippasvæðið og hafnarsvæðið í hagsmunaaðilakynningu og fer í kjölfarið í auglýsingu í sumar. Þar mun rísa á bilinu 250 til 300 íbúðir. 64 þeirra eru reyndar þegar í uppbyggingu þar sem að gamla hraðfrystistöðin stóð á vegum Adabs. Þær íbúðir, af því að hér var spurt að því, voru allar seldar áður en að fyrstu hamarshöggin glumdu. Það líka skipulag í auglýsingu á Lýsisreit og það búið að höggva á fjármögnunarhnútinn upp í Mánatúni þar sem 175 íbúðir að rísa í samvinnu SS-verktaka Klasa og Landeyjar sem fasteigna utanumhaldsfélag Arion. Þessi fjárfestingarverkefni eru fyrir eitthvað á 3 tug milljarða ef allt talið
og þetta eru verkefni sem eru öll að fara í gang og hægt verður að bæta við nýjasta reitnum en fjárhagslegri endurskipulagningu Valsmanna sem eiga stóra og spennandi reiti út á Hlíðarenda að segja má lauk í síðustu viku, meðal annars með samþykkt borgarráðs, þannig að það er von til þess að Hlíðarendaskipulagið komist nú loks til uppbyggingu og ég geti haldið áfram að telja Skerjafjarðarlandið sem að við tryggðum okkur með samningum fyrr á þessu ári, vísindagarðana í Vatnsmýri og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er skipulag til 2030 en veruleikinn er hér og nú og tíðindin sem er að verða er ekki bara það að hér hefur verið unnið þverpólitískt og í allt góðri sátt allar meginlínur, heldur hafa vinnubrögðin kannski tryggt að við erum að ganga mjög í takt að mínu mati við samfélagið og áherslurnar í samfélaginu. Venjulegt meðalheimili sem fer í gegnum bókhaldið hjá sér tekur eftir því, eins og Hagstofan hefur reyndar dregið fram í sínum meðaltölum, að samgöngukostnaður kemur fast á hæla húsnæðiskostnaðar yfir stærstu útgjaldaliðina, töluvert fyrir ofan matarkorfinu. Það er þess vegna sem venjulegar meðalfjölskyldur og Reykvíkingar yfirleitt gefa þau upp í búsetukönnun sem glitti í fréttablaðinu í morgun að vilja gjarnan búa í Vesturbæ, Miðborg og Vatnsmýri. En Miðborg og Vatnsmýri komu reyndar þar fram sem tvö eftirsóttustu hverfin fyrir framtíðar búsetu. Þar kom líka fram að fjórðungur borgarbúa telur að hann muni sækjast eftir að búa í leiguhúsnæði á næstu árum. Og það er auðvitað alveg rétt sem borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson nefndi að eitt megin viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir er að tryggja það að ekki bara sumar heldur allar íbúðar sem byggðar verða á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík á næstu árum verði ekki of dýrar fyrir alla. Of dýrar. Vegna fjármagnskostnaðar, vegna byggingakostnaðar, vegna fjölda fermetra, vegna lóðaverðs, vegna mjög margra hluta sem allir saman fléttast og mynda heildartölu sem er byggingakostnaður per íbúð. Það er þess vegna sérstakt fagnaðarefni að í aðalskipulaginu er skýr áhersla á húsnæði fyrir alla, að 25% allra nýbyggingarsvæða verðir fyrir þá sem hafa minna á milli handana, bæði sem leiguhúsnæði en líka sem ódýrari íbúðir. Við þurfum að eiga samtal við langtímafjárfesta og lánastofnanir hvernig þetta lækka fjármagnskostnað varðandi húsbyggingar, en við þurfum líka að eiga frjótt samtal og nýskapandi við hönnuði og þá sem teikna og hanna og skilgreina byggingarreglugerðir fyrir nýja byggingar til þess að leita nýrra leiða, bæði til þess að byggja ódýrar en endingar góðar íbúðir, en við verðum líka að spyrja okkur á því hvort að við búum á of mörgum fermetrum hvert og eitt okkar. Því í alþjóðlegum samanburði að þá er það húsnæði sem að íslensk heimili, einkenna íslensk heimili, mun fleira í fermetrum talið en annar staðar og reyndar er munurinn mestur á Reykjavík og Helsinki í þessu sambandi. Auðvitað getur verið að eitthvað í finnskri sögu eða húskyndikostnað og annað þýðir það að Finnar búi þrengra, en getur kannski verið að hinn heimsfrægi finnski arkitektúr og hönnun, því að Finnar eru auðvitað þekktir fyrir fátt jafn mikið eins og bara hönnun og arkitektúr, gerir það að verkum að þeir hafi fyrir löngu innleitt einhverjar lausnir sem okkur hefur yfirsést til þess að búa vel á færri fermetrum. Ég er að nefna þetta hér
vegna þess að ég held að sé rétt að ódýrar íbúðir og húsnæði á viðráðanlegu verði eitt meginverkefnið sem við þurfum að vinna að. En það ekki bara verkefni aðalskipulags, það líka verkefni húsnæðisstefnunnar og þeirrar innleiðingar á húsnæðisstefnunni sem við erum auðvitað að undirbúa og vinna að. Þegar hér var farið yfir uppbygginguna í Norðlingaholti, Grafarholti og svo framvegis að þá eru þetta allt saman prýðileg dæmi vel heppnuð úthverfi. En ég held að sé á engan hátt hægt að halda því fram að það að setja stefnuna inn á við, þróa borgina inn á við og byggja þar kalli á einsleitni. Það auðvitað hægt að byggja inn á við á fjölbreyttan hátt, alveg eins og hægt að byggja út á við á fjölbreyttan hátt. En ef við horfum til Reykjavíkur og sögu hennar síðustu 50 árin, að þá held ég að megi með rökum halda því fram að við séum að hverfa frá stefnu einsleitni þar sem að við höfum verið að bjóða upp á tiltölulega svipuð og oft góð hverfi í útjaðrinum á undanförnum áratugum. En núna erum við að svara kalli nýrrar kynslóðar sem að óneitanlega hefur leitað í borgarlíf í útlöndum en líka hér í Reykjavík og segir okkur í könnun eftir könnun að hún vilji búa miðsvæðis þar sem þarf ekki að treysta jafn mikið á einkabílinn og fjölskyldan getur sparað sér að minnsta kosti bíl númer 2 í heimilisrekstrinum. En fjölbreytni skulum við tryggja og víðsýnina líka. Hér voru rifjuð upp flugvallarákvæðin í skipulaginu frá 2001. Flugvallarákvæðin voru sett inn í skipulagið í kjölfar almennrar atkvæðagreiðslu meðal Reykvíkinga sem ekki hafði algjörlega afdráttarlausa niðurstöðu að mörgum fannst, þar að segja nokkuð mjótt var á munum, þó að meirihlutinn væri fyrir því að flugvallurinn færi. Af þeirri ástæðu var málamiðlun sett inn í aðalskipulagið sem núna í gildi. Að í stað þess, eins og spurt var að í flugvallarkosninguna, völlurinn færi allur 2016, að þá færi hann í áföngum frá og með 2016. Og það spurt, ástæða til þess að breyta þessu núverandi skipulagi og ég held að það væri erfitt að finna rök fyrir því að fara einhverja aðra leið en að hafa þetta óbreytt. Ástæðan ekki sú að þessi ártöl séu á einhvern hátt heilög eða sótt til einhverja aðri máttavelda sem muni gera það verkum að þeir hljóta ganga eftir upp á punkt og prik, heldur hitt að þau spjót sem beinst hafa að borgarstjórn og Reykjavíkurborg að hafa ekki fundið annað flugvallarstæði eða leyst málið eins og kallað í raun verkefni sem ætti að vera á annarra borði. Og Reykjavíkurborg og borgarstjórn hefur alla þennan tíma frá samþykkt aðalskipulagsins 2001-2024 verið tilbúin að ræða hvaða lausnir gætu tekið við af Reykjavíkurflugvelli þegar hann hefur vikið. Og ég geng út frá því að borgarstjórn sé áfram tilbúin í slík samtöl, en það hefur nánast verið sport í þessum geira að þegar borgin hefur hreyft sig og opnað á einhverja möguleika að skjóta þá niður jafn harðan oft að lítt skoðuðu máli. Þessa möguleika þarf hins vegar að skoða. Borgin á ekki endilega að vera ein í því verki og alls ekki, enda kannski ekki á hennar ábyrgð, að minnsta kosti ekki alfarið. En við höfum alltaf sagt sem höfuðborg, við skiljum áhyggjurnar af framtíð innanlandsflugsins, við skiljum að það verði að finna farsæla lendingu, við erum tilbúin að eiga hlut að henni, tilbúin að setjast niður þegar eftir því verður óskað. En ákvæðin varðandi flugvöllinn eru hins vegar
fyrir hendi. Ef það væri ekkert nýtt aðalskipulagt samþykkt í Reykjavík, þá væru þau óbreytt eins og þau eru í tillögunni og það svo veruleiki sem mikilvægt að allir horfist í augu við og taki síðan umræðuna frá þeim upphafspunkti. Varðandi áhyggjur af loftgæðum vestan Snorrabrautar, að þá eru þær einfaldlega eðlilegar. Það eðlilegt að hafa áhyggjur af loftgæðum vestan Snorrabrautar, en þó myndi ég vilja benda öllum sem hafa áhyggjur af loftgæðum vestan Snorrabrautar á að í samtímanum mikil ástæða til að hafa áhyggjur af loftgæðum austan Snorrabrautar í Hlíðahverfinu. Vegna þess að umferðarskipulag Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins þýðir að við erum að senda fólk borgarmarkan á milli til og frá vinnu kvölds og morgna. Það þýðir að hverfin okkar sem eru skorin af þessum stóru flutningsleiðum umferðar verða fyrir barðin og svifryki, mengun, umferðarhávaða og svo framvegis. Það lykilatriði að átta sig á í tillöguna nýju aðalskipulagi að það að þétta byggð meðal annars vestan Snorrabrautar gengur einmitt út á það að stytta tímann frá heimili að vinnu og umhverfismatið sem með skipulaginu fylgir undirstrikar einmitt að þessi þétting eykur ekki, heldur dregur hún úr umferð í heildarkerfinu frá því sem myndi gerast ef ekkert yrði að gert. Og borgin fengi bara að þróast áfram eins og hún hefði annars gert. Þannig að það einmitt í þágu betri loftgæða vestan Snorrabrautar sem tillagan eins og hún með þessari þróun inn á við og þéttingu byggðar. Og það var spurt, en af hverju engar mótvægisaðgerðir? Af hverju engar mótvægisaðgerðir vegna þróunar borgarinnar inn á við þéttingar byggðar vestan Snorrabrautar? Þær fjallaði heilum kafla sem heitir Græna borgin og fjallar meðal annars vistvænni samgöngur. Mótvægisaðgerðirnar felast í breyttum ferðavenjum, þar að segja að minnka hlut einkabílsins, auka hlut almenningssamgangna og gangandi og hjólandi. Mótvægisaðgerðirnar felast líka í áformum lækkun á hraða á stofnbrautunum, því að breyta hraðbrautarskipulagi í breiðgötur í borg, gera umhverfið mannlegra, vistlegra, minnka hávaðann, minnka mengunina og gera borgina öruggari fyrir fólk á öllum aldri en sérstaklega fyrir börn. Ef það eitthvað sem einkennir samgöngukaflann sem við erum oft að tala sem hjólreiðaáætlun eða sem áherslur á gangandi, eða sem breyttar ferðavenjur, þá það einmitt það að við gætum talað þar undir yfirskriftinni mótvægisaðgerðir. Þetta eru mótvægisaðgerðir við þeirri umferðaraukningu sem orðið hefur undanfarin ár. Þetta eru mótvægisaðgerðir við þeirri umferð sem framtíðin ber í skauti sér, en þetta líka mótvægisaðgerð vegna nýrra bíla sem keyptir eru, vegna nýrra íbúða sem byggðar eru og svo framvegis. Og ég vil vísa sérstaklega í umhverfismatið sem skipulaginu fylgir fyrir þá sem vilja kynna sér þetta á dýptina. Það væri síðan hægt að fara í löngu máli yfir nýmælin sem felast í köflunum gæði byggðar, borgarvernd, hverfisverndina á alla miðborgina meðal annars, götuna sem borgarrými, háhýsastefnuna eða öllu heldur stefnunum það að háhýsum eigi að vera stillt í hóf í Reykjavík, húsnæði fyrir alla sem ég veka hér áðan, Kaupmannahöfnina og miðborgina. Því að allt þetta vönduð stefnumörkun sem byggir á skýrri sýn, góðri útfærslu og gríðarlega mikilvæg fyrir Reykjavík til framtíðar. Við höfum rætt þessa hluti hér í borgarstjórn áður á þessu vori og ekki miklu við það að bæta nema það að
ég held við eigum öll að vera geysilega stolt af þessum nýju tækjum sem við erum hér með í höndunum, erum að kynna til sögunar, og við eigum að muna að þó að við höfum tekið þátt í þessari umræðu núna í mörg ár og misseri, bæði þeir sem hafa verið inn í aðalskipulagsvinnunni og við hin sem höfum tekið þátt í umræðunni hér í borgarstjórn, að þetta er stefnumörkun og hugtök sem við þurfum að kynna rækilega fyrir borgarbúum. Kaupmaðurinn á horninu er ekki bara nostalgía eða draumur hvernig eigi að versla, heldur er þetta sýn á hverfi sem eru gönguvæn, sem eru með þjónustu og atvinnu, sem eru lifandi allan daginn, sem eru með örugg útirými, sem eru með byggja á því að fólk kynnist og þekkist og eigi orðastað þegar hittist. Þetta er í raun sýn á nýja Reykjavík sem kallast á við margt það bestu sem við þekkjum úr gömlu Reykjavík. Og það er líka framhaldsverkefni, stóra framhaldsverkefni sem fylgir í kjölfar samþykktar aðalskipulagsins, hverfaskipulagið. Þar sem við ætlum skipulega að fara hverfi úr hverfi og setja fram sýn á það hvernig við getum búið til heilnæm hverfi, spennandi hverfi, hvar er hægt að byggja upp, hvar má þétta og hvar er hægt að gera betur, hvar er eitthvað sem okkur þykir vænt sem þarf að standa vörðum, allt út frá sérkennum hvers hverfis sig. Klukkan 1 áðan þá settust við niður, ég og Geir Gunnlaugsson landlæknir, og skrifuðum undir nýtt samkomulag Reykjavíkurborgar og embættis landlæknis samstarf á sviði lýðheilsu. Við ætlum að horfa á heilsusamlega skóla, heilsusamleg hverfi með þátttöku landlæknisembættisins inn í hverfaskipulagsverkefnið og atriði sem snúa að jöfnuði og ójöfnuði sem er einn helsti áhrifaþáttur á heilbrigði og óheilbrigði, ekki bara á Íslandi heldur allstaðar. Þetta eru ákveðin tímamót en þó ekki, því að saga skipulagsmála og borgarmála er nátengd og samofin stefnu heilbrigðara samfélag, heilbrigðari íbúa, auki langlífi og aukna velsæld. Ég treysti mig til að fullyrða að með þeim áherslum sem hér eru lagðar á græna borg, opin svæði, leiksvæði, útivist, gangandi, hjólandi, breyttar ferðavenjur og heilnæm og heilstæð hverfi, heildarhugsunina sem í þessu aðalskipulagi birtist, að þá erum við að búa til heilbrigðara samfélag og heilbrigðari borg. Ég er mjög stoltur af því að taka þátt í að samþykkja þetta í auglýsingu og er fullur tilhlökkunar að taka þátt í þeirri umræðu framtíð Reykjavíkur sem mun vonandi af þessu spretta, því að það er það sem að aðalskipulag og skipulagsmál þegar vel er til vandað ganga út á, að draga upp mynd af framtíðinni og eiga orðastað og samræði hana. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að fara hérna yfir þetta eins og hann sér það og fagna auðvitað undirritun samstarfs Reykjavíkurborgar við landlækni. Fáum að heyra væntanlega meira því síðar. Ég bara aðeins vil koma hér upp til þess að benda á það að það er ekki nóg að segja að það sé verið að tryggja fjölbreytileika og fjölbreytni og koma til móts við þarfir breiðan hóp borgarbúa vegna þess að tillagan lýsir því ekki. Ég vil hérna aðeins bara þá lesa úr þessari könnun húsnæði og búsetu óskir borgarbúa frá 2013 sem myndist á áðan og birtist úrdráttur úr í fréttablaðinu í dag áður en það er kynnt fyrir borgarbúum. Þar stendur með leyfi forseta: í hvernig umhverfi eða hverfi viltu helst búa? Blöndun húsagerða, lág fjölbýlishús, raðhús og einbýlishús svipað í Fossvogshverfi 33%, á þéttingarsvæðum í miðborginni 4%.
Það bara einfaldlega svo að búsetuóskir eru fjölbreyttari en þeir sem koma fram í þessu aðalskipulagi. Annars staðar spurt óskir húsagerðir eftir aldurshópum og það nú svo að þeir sem eru eldri en 30 ára, 74% þeirra óska eftir að búa í sérbýli sem augljóslega ekki hægt í Vatnsmýrinni og sérstaklega ekki miðað við það skipulag sem nú liggur fyrir. Og síðan spurt hvaða atriði skipta mestu máli þegar þú velur hverfi til búsetu og þá í efsta sæti mikilvægast friðsælt og kyrrlátt hverfi, næsta sæti stutt í verslun og þjónustu, síðan koma góðir leik- og grunnskólar, góðir göngu- og hjólastígar, gott öryggi barna gagnvart umferð, góð löggæsla og lág glæpatíðni og svo nánd við útivistarsvæði. Ég verð nú að segja að þegar ég les þetta þá finnst mér þetta bara prýðileg lýsing á þeim góðu úthverfum sem hér eru í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það veit ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get tekið undir það að ég held að það einkunnir sem við veljum hverfunum sem að okkur hugnast best að búa í eiga sem betur fer við flest ef ekki öll hverfi borgarinnar. Og ég tók mitt eftir því að þegar svona spurt viltu búa hér, þar eða á þéttingarsvæði, hvernig var orðað, þéttingarsvæði miðsvæðis eða eitthvað slíkt, að þá það eitthvert slíkt tungutak að venjulegt fólk í spurningakönnun tengir á engan hátt við það. Ef spurningin eins og umorðuð og spurt viltu búa í Vatnsmýrinni eða viltu búa á Hafnarsvæðinu eða viltu búa í Vesturbænum, að þá það bil fjórðungur sem vill helst búa í Vatnsmýrinni, sem einmitt þéttingarsvæði. Þannig að ég held að þetta myndi að kenna okkur að festast ekki í orðum og hugtökum eins og þéttingarsvæði miðsvæðis, heldur einmitt nota Skerjafjörður, Vatnsmýri, Hlíðarendi og annað slíkt, þannig að þetta fá einhverja raunverulega merkingu í hugum okkar sjálfra og hugum fólks og það einmitt styrkurinn. Að við lengi stefnt að þéttingu byggðar, en hvað það ef að það fylgir ekki eins og gert í þessu aðalskipulagi kort, reitir, nöfn, staðir, tilfinning fyrir hvar við ætlum framtíðar kynslóðum að búa. Það einmitt einn af meginstyrkleikum þessi skipulags. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara ansvari. Þá næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hef sagt það hér áður að nýtt aðalskipulag, sú tillaga sem hér liggur fyrir, sannarlegt fagnaðarefni. Það markar tímamót, þessi tillaga markar tímamót, ekki bara í skipulagsmálum, heldur líka þegar kemur að samgöngum, umhverfi, náttúru, menningu, menntun og mannlífi og lífsgæðum í Reykjavík almennt. Tillagan sem sé efnislega verulega góð, hún róttæk og kjarkmikil sem það sem þarf til þess að taka á þeim vandamálum sem þessi annars góða borg glímir við. En það ekki allt. Heldur það alveg sérstakt fagnaðarefni að svo stór og þýðingarmikil stefnumörkun sé afgreidd í annarri eins sátt og nú lítur út fyrir að gerist. Og áður en að lengra haldið þá langar mig til þess að tala eins það. Í gegnum tíðina hefur ítrykkað oft, og ég veit ekki hvenær það hófst, risið upp krafa þverpólitíska vinnu. Ýmist af hálfu meiri eða minni hluta og oft af hálfu fólksins, ýmist íbúa í borginni eða íbúa í þessu landi. Markmiðið hefur verið að taka ákvarðanir sem byggja þá á breiðari sýn heldur en einn meiri hluti hefur til að bera, þar sem ólík sjónarmið eru vegin og metin og þar sem komist að málamiðlunum sem allir geta fellt sig við. Þannig ákvarðanir eru nefnilega, og ég held að við vitum það öll, líklegri til þess að halda, þær eru líklegri til þess að skila árangri og þær eru líklegri til þess að vera í sátt við borgarbúa. Algengt að í upphafi kjörtímabila sé heitið miklu og góðu samráði sem að þó yfirleitt fjarar út.
Gott dæmi þetta upphaf þessa kjörtímabils hér í Reykjavík þar sem oddvitar minnihlutans tóku að sér forsæti í borgarstjórn til marks að nú ætti að vinna saman og sérstakir oddvitafundir voru boðaðir með reglulegu millibili. Ári síðar splúndraðist tilraunin ekki bara vegna málefnalegs ágreinings, heldur mest vegna ágreinings það hvernig samstarfinu skyldi háttað. Samráðið sjálft var þannig orðið að bitbeini og það má alveg spyrja sig að því hvort að þetta hafi verið tilraunarinnar virði. Sama virðist jafnvel vera að gerast núna við upphaf nýs kjörtímabils á Alþingi. Þar sem oddvitar ríkisstjórnarflokkana hafa heitið nánu samstarfi við stjórnarandstöðuna en hafa takmarkaðan áhuga á því að funda með þeim þrátt fyrir ítrekaðar óskir. Þar virðist stefna í sama farið. Við erum sem þjóð og sem kjörnir fulltrúar og sem stjórnmála fólk mjög stutt á veg komin í samráðspólitík. Þó að við séum held ég öll sammála mikilvægi hennar. Við eigum erfitt með að vinna saman af því að við erum svo upptekin á hlutverki okkar í hefðbundnum meiri- og minnihlutum. Meirihlutinn ræður og minnihlutinn gagnrýnir. Það líka alveg skiljanlegt. Hefðin sú að meirihlutinn ræður. Það hann sem að ber endanlegu ábyrgðina, það hann sem mun þurfa að svara fyrir verkið og það hann sem mun falla ef að borgarbúum líkar ekki málið. Að taka tillit til minnihluta við slíkar aðstæður eiginlega bara vesen. Það tekur tíma og það flækir málin fyrir meirihluta sérstaklega ef hann með ákveðna sýn og sterka hugmyndafræði. Hefðin líka svo að minnihlutinn gagnrýni. Af því að jafnvel þó honum takist að setja kannski eitthvað smotteríis mark á stefnuna eða ákvörðunina sem að fyrir liggur, að þá var hún í flestum tilfellum unnin af meirihlutanum hvort þið hún var út frá hugmyndafræði meirihlutans og minnihlutinn fekk ekki að breyta því, allavega ekki nógu. Svo má heldur ekki gleyma mikilvægi aðhaldsins. Minnihlutinn upplifir að borgarbúar verði að vita allt sem gagnrýnisvert í verkum meirihlutans. Þetta vítahringur og til þess að rjúfa hann þurfa báðir aðilar, bæði meirihluti og minnihluti, að breyta á sama tíma. Meirihlutinn, ef að vítahringurinn heldur áfram, þá það þannig að meirihlutinn nennir ekki að hlusta á minnihlutan sem mun hvort þið ekki standa með honum til enda og minnihlutinn stendur ekki með meirihlutanum til enda því að meirihlutinn nennir ekki að hlusta. Og þannig höldum við áfram endalaust. Í dag erum við að breyta þessu. Við erum að kynna afrakstur 7 ára vinnu þar sem fjölmörgum fulltrúum meiri- og minnihluta tókst að leggja þennan rík til hliðar. Ekki bara í afmarkaðri stefnumörkun til skamms tíma þar sem hefur verið unnið að í einhverjar fáar vikur. Nei, við erum að tala afrakstur upp á nýtt aðalskipulag til næstu áratuga, áætlun þróun, bygginga og samfélags til ársins 2030. Það afrek og fyrir það ber að hrósa öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu. Meirihlutum hvers tíma fyrir sérstaka þolinmæði og þrautseigju og fyrir hugrekkið sem felst í því að stóla á að samstaða náist á endanum. Minnihlutar hvers tíma eiga ekki síður skilið hrós fyrir að taka þátt í vinnunni bæði á formlegum og óformlegum fundum og leggja ótrauð sitt af mörkum og það líka, það krefst líka hugrekkis. Allan tíman hafa fulltrúar allra flokka lagt sig fram að finna málamiðlanir og sætta ólík sjónarmið og það hefur tekist að mestu leyti. Það sem þó að mestu máli skiptir að nú stefnir í að fulltrúar allra flokka standi með vinnunni alla leið og að tillagan verði samþykkt að minnsta kosti auglýsingu með atkvæðum allra flokka. Ég stolt af því að vera í minnihluta sem að axlar þessa ábyrgð án þess að þurfa það. Ég gæti vel setið hjá að því ég fékk ekki allt sem ég vildi. Og að því að skipulagið ekki eins og ef ég hefði gert það ein. En ég ætla ekki að gera það. Og ég verð satt að segja að harma þá stefnubreytingu sem að tekin hefur verið hjá nýjum oddvita Sjálfstæðisflokksins sem að þó ber mjög mikla ábyrgð og hefur lagt sitt af mörkum og á ótrúlega mikið í þessari tillögu sem að lögð fram hér í dag að hann skuli ekki geta verið með okkur í að samþykkja þetta jafnvel þó þetta sé ekki eins og hann hefði einn prívat og persónulega unnið þetta. Þannig tillögu gætu við aldrei lagt hérna fram og slíka tillögu yrði aldrei sátt. En núna vitum við það og ég held að það sé mjög mikilvægt að við skrásetjum það, að við tölum það og að við lærum af því að samráðspólitík sem að lukkast, hún krefst tíma, hún krefst þolinmæði, hún krefst vinnu, hún krefst málamiðlana, hún krefst trausts og hún krefst kjarks. Þetta mikill tungubrjótur. Af öllu þessu höfðum við nóg.
og þess vegna erum við með svo miklu betra aðalskipulag en það hefði verið ef það hefði verið unnið að meirihlutanum einum, hvort sem að það var einhver á öllum meirihlutum síðasta kjörtímabils eða þeim sem nú í Reykjavík. Sum sé, það eru tímamót í íslenskri stjórnmálasögu ef aðalskipulag Reykjavíkur fyrir árið 2010 til 2030 verður afgreitt í þverpólitískri sátt með atkvæðum allra flokka og með þessu erum við að stíga skref sem verður vonandi bara það fyrsta af mörgum. En þá að efnislegri umræðu. Eitt stærsta og flóknasta verkefni 21. aldarinnar hér í Reykjavík sem annars staðar í heiminum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum. Það bæði og verður að vera meginmarkmið aðalskipulags Reykjavíkur. Aðalskipulagið sú stefnumörkun borgarinnar sem horfir lengst til framtíðar, í þessu tilfelli til 20 ára, en varðar samt sem áður ástand miklu lengra inn í framtíðina, enda eru lífsskilyrði og tækifæri komandi kynslóða í húfi. Útblástur bifreiða stórkostlegt vandamál og einn af stærstu áhrifaþáttum loftslagsbreytinga hér í Reykjavík. Til að sporna gegn því verðum við að koma í veg fyrir fjölgun einkabíla og bílferða og við verðum að stytta bílferðirnar. Eina leiðin til þess að gera aðra samgöngukosti raunhæfa og það gerum við best með því að þétta byggð og takmarka stærð þess svæðis sem við ferðumst dagsdaglega. Eins og ég hef oft sagt áður að þá þétting byggðar raunveruleg töfralausn. Vel útfærð og skynsamleg þétting breytir nefnilega svo miklu. Fyrir utan að draga úr útblæstri og mengun að þá hefur hún mikil áhrif á líf og starfsemi í borginni. Hún forsenda þess að það sé hægt að byggja upp góða hverfiskjarna með almennilegri nærþjónustu, hún dregur úr hávaða, hún eykur fjölbreytni mannlífsins og þar með sköpunarkraft og árangur í samfélaginu. Núverandi tillaga lítur að mikilli en skynsamlegri þéttingu. Tíð turna á grænum svæðum liðin, skipulagsmistök í nafni þéttingar verða vonandi ekki fleiri, þó við sitjum uppi með mörg slæm frá fyrri tíð. Við erum með áætlun skynsamlega nýtingu á því landi sem við höfum til umráða. Þess vegna þess að við höfum unnið skipulagið öll saman, með borgarbúum sem ítrekað voru kallað eftir samráðs og líka vegna þess að við ætlum í þá þéttingu sem borgin hefur svo sárlega þurft á að halda, þess vegna getum við sett fram trúverðuga stefnu svo margt annað heldur byggingar og götur. Stefnu atvinnuuppbyggingu, stefnu samgöngur, útivist og umhverfi, borgarbúskap, félagslega húsnæðisstefnu, auðlindanýtingu, nærþjónustu og verslun, borgarvernd og svo margt fleira. Þess vegna getum við farið í vinnu við að þróa hvert hverfi sig og unnið að því að festa nærþjónustu í sessi og einfalda þannig daglegt líf borgarbúa til muna. Það nefnilega þannig að þetta aðalskipulag mun hafa jákvæð og góð áhrif á daglegt líf fólks í borginni. Styttri vegalengdir og aukin nærþjónusta mun auðvelda fólki að samræma atvinnu og fjölskyldulíf og það ekkert smátteri. Af því að við vitum að konur bera enn meiri ábyrgð heldur en karlar á fjölskyldulífi, þá mun það væntanlega hafa þannig afleidd áhrif á stöðu og tækifæri kvenna á vinnumarkaði og ef vel tekst til mun skipulagið líka stuðla að fjölbreyttari tækifærum barna enda má gera ráð fyrir fjölbreyttari og öflugri tómstundum í hverfum borgarinnar með breyttu og bættu skipulagi og þéttari byggð. Blöndun byggðar og íbúðategunda mun án efa hafa áhrif á mannlífið. Þannig munum við búa í auknum mæli í sama hverfi óháð efnahag eða fjölskylduaðstæðum sem aftur mun leiða til aukins umburðarlyndis og sporna gegn fordómum. Ég sem sagt sannfærð það að þetta sé gott skipulag sem mun hafa áhrif á miklu fleira heldur en götur og hús, en samt auðvitað hlutir þarna sem ég myndi og hefði viljað hafa öðruvísi og ég ætla aðeins að koma inn á það. Það eru þrennt sem ég vil aðalega nefna. Fyrsta lagi, og það hef ég nú talað áður hér í borgarstjórn, að þá hef ég efasemdir klasauppbyggingu á atvinnusvæðum. Ég tel að þar séum við í ákveðinni þversögn við sjálf okkur. Ég tel að þar séum við að skapa ákveðna einsleitni sem við þyrftum ekki að gera ef við værum bara með atvinnusvæði eða blönduð svæði þar sem að fyrirtækjum frjálst að koma sér fyrir eftir því hvernig stemningin hverju sinni. Þessu náði ég ekki fram. Í öðru lagi hef ég efasemdir uppbyggingu á grænum svæðum, sérstaklega þó í Elliðaárdal og í tengslum við Elliðaárdalinn. Það eru 3 svæði sem að
stendur til að, eða er í tillögunni að eigi að þróa áfram, og það er Stekkjarbakkinn sem er uppi á Melnum fyrir ofan neðsta hluta Elliðaárdalsins. Það er réttilega, eins og fólk hefur talað ekki hluti af Elliðaárdalnum, en það mun hafa mjög mikil áhrif á það hvernig fólk upplifir veru sína í dalnum. Vegna þess að það verður þrengt að dalnum, við munum sjá byggingarnar og sennilega mun mannlíf aukast annars konar heldur en fólk sem ætlar að njóta útivistar. Sama er með Suðurfellið og Ártúnið. Þar erum við að þrengja að dalnum þó svo við séum ekki í hinu skilgreinda eða þröngt skilgreinda útivistarsvæði. Ég held að það færi betur úr því að við myndum sleppa þessu. Nú, ég hefði líka verið tilbúin til þess að sleppa landfyllingum alveg. Það er minna af landfyllingum heldur en hefur verið, en þó eitthvað. Ég er ekki viss að landfyllingargerð sé mjög skynsamlega á tímum hnattrænnar hlýnunar þar sem að sjávarmál er að hækka. Þetta þrennt hefði ég vilja hafa öðruvísi og svo kannski eitthvað smáttari til viðbótar. En maður fær ekki allt. Flugvöllinn vil ég segja þetta. Flutningur flugvallarins snýst hagsmuni heildarinnar. Við þurfum að setja kraft í að finna nýja staðsetningu. Það er mikilvægt að innanlandsflug verði áfram í tengslum við höfuðborgarsvæðið. En þetta snýst ekki eitthvað lattilið eða miðborgina eða höfuðborgarsvæðið yfir höfuð. Auðvitað gerir það að einhverju leyti og auðvitað mun þetta hafa jákvæð áhrif á það allt saman, og meira að segja líka lattileiðið, en fyrst og fremst með því að flytja flugvöllinn erum við að axla ábyrgð og draga úr mengun og útblæstri og efla sjálfbærari lifnaðarhætti, og það ber okkur skylda til að gera og við getum ekki tekið aðra hagsmuni fram fyrir þá. En forseti, að lokum vil ég bara segja að það er sannur heiður að taka þátt í afgreiðslunni hérna í dag og ég vonast eftir því að áfram verði málefnalegar umræður núna þegar að tillagan verður komin í auglýsingu og að okkur takist svo að samþykkja tillöguna jafnvel enn betri eftir auglýsingatíman í haust. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingvarsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæti borgarfulltrúinn sagði hér að hjá mér hefur orðið stefnubreyting ef ég náði þessu rétt, þrátt fyrir það eiga gríðarlega mikið, svo ég orði þetta eins og borgarfulltrúinn gerði í því skipulagi sem að hér er til afgreiðslu. Það er bara ekki rétt í borgarfulltrúnum, ég vil bara leiðrétta það að það aðalskipulag, drög að aðalskipulag sem verið var að vinna á borðum skipulagssviðs þegar ég var þar formaður var allt öðruvísi heldur en það skipulag sem hér er verið að samþykkja. Ég vil aðeins benda bara borgarfulltrúnum á það einfalda atriði að dýrar íbúðir eru byggðar á dýru landi. Íbúðir sem byggðar verða í Vatnsmýrinni sem sumir hafa talið að sé 50 milljarða króna virði land verða alltaf dýrar. Af því hef ég áhyggjur, ég tel það einsleitni og ég hef eiginlega ætlast til þess af þessum góða borgarfulltrúa að hann hef áhyggjur af því líka. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingvarsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, stefnubreytingin laut að því að fyrrverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins lagði mjög ríka áherslu á samráð. Hún var formaður skipulagsráðs þegar að ákveðið var að vinna skipulagið í samráði allra flokka. Hún og þáverandi borgarfulltrúi Svandís Svavarsdóttir voru mjög áfram að þetta yrði þverpólitísk vinna og ég er nokkuð viss að hún hefði verið með okkur hér í dag í samþykkt þessa skipulags. Og stefnubreytingin lítur þar með ekki að afstöðu efnislega til skipulagsins, heldur að því hvað maður þarf að gera til þess að efla samráð og hversu mikilvægt það er að efla þetta samráð. Hvað varðar uppbyggingu í Vatnsmýri, þá er ég bara ósammála borgarfulltrúanum. Ég er viss að þarna mun okkur lukkast að byggja blandaða byggð með misdýru húsnæði. Þetta mun líka hafa áhrif á verð í þeim hverfum sem eru nærliggjandi og ég er alveg handviss það að hér mun verða bara gott framboð af húsnæði fyrir ólíka hópa. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið það að svara andsvari og þá er borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson næstur á mælendaskrá.
Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Það er mikið ánægjuefni að nú sé loks tilbúið aðalskipulag Reykjavíkur til ársins 2030. Við erum búin að vinna að þessu síðan eftir kosningarnar 2006 og haldið fjölmarga fundi, fengið ótrúlegt magn upplýsinga, fengið tækifæri til þess að skoða aðrar borgir og læra af þeim, höfum fengið hingað til lands heimsþekkta arkitekta sem hafa sagt okkur sitt álit og þannig mætti áfram telja. Það hefur verið mikið lærdómsferli og ég tel að allir þeir sem hafa komið að þessu séu ríkari fyrir vikið. Og fjölmargir borgarfulltrúar sem að sitja í borgarstjórn hafa unnið í þessu. Ég hugsa reyndar að aldrei hafi jafn margir borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar komið að gerð aðalskipulags sem að gerir eignarhald þess, ef það má orða það þannig, ákaflega breytt. Enda hefur það verið sagt og meðal annars hinn heimsfrægi borgarsmiður Aldo Rossi sagði með leyfi forseta að það að byggja borg er sameiginlegt átak sem byggir á fagurfræðilegum gildum og þeim ásetningi að skapa betra umhverfi sjálfum okkur til handa. Og ég vek athygli á því að þetta er sameiginlegt átak, því rétt eins og Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi sagði, þá er þetta plagg lítils virði ef að það er afgreitt hér í bullandi ágreiningi, ef það væri þannig að strax og skiptirði valdhafa hér í Reykjavík að þá yrði því breytt. Þannig eigum við ekki að horfa á þetta og þannig eigum við heldur ekki að horfa á fyrri aðalskipulög sem við áttum ekki þátt í að samþykkja. Og raunar er það þannig að fyrri aðalskipulög hafa notið virðingar. Jafnvel þó sem menn hafa verið ósammála ýmsu í aðalskipulögunum frá 2001, þá hafa menn ekki gert minnstu tilraun til þess hér inn í borgarstjórn að breyta til dæmis dagsetningum með flugvöllinn, jafnvel og svo það hafi ekki verið allir sáttir hér eða við þær dagsetningar. Vegna þess að fólk gerir sér plön út frá aðalskipulagi. Við erum að senda skilaboð til borgarbúa það hvernig við sjáum borgina fyrir okkur. Og nú ætlum við að senda skilaboð það hvernig við sjáum borgina fyrir okkur árið 2030. En ekkert okkar veit samt hvernig borgin verður árið 2030, því miður. Jafnvel þau okkar sem að væru klárust í því að giska á framtíðina, vita það ekki nákvæmlega. Það eru næstuð í 20 ár þangað til og Bill Gates sagði nú einhvern tímann að menn vanmætu alltaf, eða það er að segja ofmætu alltaf það sem að gerðist á næstu 2 árum en vanmætu það sem að gerðist á næstu 20 árum. Heimurinn getur orðið allt öðruvísi á 20 árum. En við ætlum samt sem áður að reyna og erum að reyna með þessu plaggi að spá fyrir það hvernig fólk vill lifa lífinu í Reykjavík árið 2030. Og helsta hjálpartækið okkar hlýtur að vera að hlusta á fólkið sem býr í borginni núna. Reyna að skynja straum tímans, reyna að skynja það hvað aðallega ungt fólk í borginni er að segja það hvernig það vil lifa. Og það vill svo vel til að við eigum til þess ýmiss konar tæki, við spyrjum fólkið okkar reglulega, við höldum fundi út í hverfunum þar sem að fólk fær að skrifa og gula miða hvað það vill gera og fleiri tæki eigum við þar sem við erum að hlusta á fólk eða reyna það með okkar bestu mögulegu tækjum. Og ég tók saman á þess að geta heimilda hvert einasta. En ég tók saman bara nokkrar þær kannanir sem hafa verið gerðar núna á síðustu 3 árum það hvað fólkið í borginni er að biðja Og í öllum tilvikum er líka einhver hópur, minnihlutahópur, sem vill stefna í þveröfuga átt. En meirihlutinn, og þá sérstaklega er ég að hlusta á yngra fólkið, segir eftirfarandi. Fólk hefur áhyggjur af umferðinni. Fólk vill minni umferðin í hverfinu sínu. Fólk vill hægari umferð bíla. Fólk vill betri almenningssamgöngur. Fólk vill betri aðstæður fyrir gangandi og hjólandi.
Fólk vill meiri verslun inn í hverfin, meiri þjónustu inn í hverfin. Fólk vill stytta vegalengdir, þannig að fleiri og fleiri ferðalög þeirra séu styttri, hægt að fara gangandi. Fólk vill meira framboð íbúða miðsvæðis. Fólk vill minna skull. Það vill að börnin geti sjálf komist á milli skóla og frístunda. Fólk vill borg sem skapar forsendu fyrir menningarlífi. Fólk vill borg sem skapar forsendu fyrir góðu mannlífi. Fólk vill göngugötur. Fólk vill öflug og góð grænsvæði. Og í stuttu máli, þá vill fólk búa í borg sem að getur keppt við bestu borgir erlendis. Í öllum þessum tilvikum erum við með hóp Reykvíkinga sem við þurfum líka að hlusta á, sem vill stefna í þveröfuga átt, sem vill ekki minnka hraðan á umferðinni, sem vill ekki göngugötur, sem vill ekki fjölga íbúðum miðsvæðis, sem vill ekki stytta vegalengdir, vill ekki þétta byggð, vill ekki setja meiri pening í almenningssamgöngur og svo framvegis. Og við þurfum að hlusta á þessi rök líka, en mér finnst að vera skylda okkar borgarfulltrúa að reyna að segja hvers vegna við viljum fara í öfuga átt við þetta ágæta fólk. Að segja skoðanir okkar umbúðalaust, útskýra þær, rökstyðja þær, en reyna ekki bara að fylgja þeim sem hæst öskrar. Sérstaklega ekki þegar við erum að gera aðalskipulag sem horfir til svo langs tíma. Þá þurfum við dálítið að fylgja hjartanu, reyna að skynja straum tímans sem er svo erfitt. En hvernig bregðumst við þessum óskum meirihluta borgarbúa? Hvernig minnkum við umferðina til dæmis? Hvernig eflum við almenningssamgöngunar? Svarið við því er þétting byggðar. Og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir stal nánast frá mér orðunum þegar hún sagði: það er stundum sagt að það sé ekki til nein töfralausn, en þétting byggðar fer býsna nálægt í að vera töfralausn. En töfrarnir eru þó ekki meiri en svo að við getum bara litið til borga sem að bjóða upp á mikil lífsgæði og skoða hvort að þær séu þéttar eða dreifðar. Og það er alveg sama til hvaða borga er litið, sem metnar eru að hafa mikil lífsgæði, sem eru eftirsóttar af fólki, bæði þeirra eigin borgurum, fólki sem býr annar staðar í því sama landi, eða fólki eins og okkur sem komum þangað sem gestir, námsmenn eða nýbúar, þá eiga þær það sameiginlegt að þær eru mjög þéttar. Nær allar. Það er hægt að taka topp 10 listan og fara yfir það nánast allar. Þéttleikinn er sameiginlegur þeim öllum. Og af hverju? Af því að hann býður upp á þetta sem ég var að lesa hér upp. Það er ekkit augljóst að borgarbúi, hvort sem er í Reykjavík eða annar staðar, setji sama sem merki á milli þéttari byggðar og minna svifryks. Það er ekkit augljóst að menn skilji það. En við sem höfum fengið þá menntun og uppfræðslu sem að þessi aðalskipulagsvinna hefur falið í sér, við höfum þá skyldu að upplýsa það út á við. Og við höfum skyldu til þess að taka ákvörðun sem er rétt í því samhengi. Og við sjáum líka að okkar góða fólk í Reykjavík skynjar þetta og skilur þetta. Við erum að sjá að tímarnir eru að breytast. Bílaumferð er að minnka. Hjólreiðar eru að aukast hröðum skrefum. Farþegum í strætó fjölgar hröðum skrefum. Unga fólkið vill búa hvar? Miðsvæðis og í Vatnsmýrinni. Þetta er straumurinn og þessu þurfum við að mæta. Fólk biður líka borg með hreinu lofti, með góðum grænum svæðum. Því er líka mætt í þessu aðalskipulagi, og þess að ég ætla að fara nánar út í einstaka kafla. Mér langar, ágæti forseti, til þess að enda á því, að ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Ég vil bara segja, ég ætla að enda á því að lesa hér smá kafla eftir Stein Steinar úr grein sem hann skrifaði og heitir Reykjavík. Þetta er soldið langt en ég vona menn haldi athygli. En áður en ég
lík máli mínu með því að lesa þann kafla, þá langar mig til þess að segja að ég er mjög stoltur af því að hafa unnið að þessu aðalskipulagi. Ég var í hópnum sem var skipaður hér í borgarstjórn strax eftir kosningarnar 2006 og hef verið í hópnum til þessa dags með litlu hléi í 1,5 ári eða svo. Og þó svo við höfum ekki alltaf verið nákvæmlega sammála allt, þá stöndum við að þessu skipulagi mörg fólk úr öllum flokkum. Það er allt í lagi þó svo að það séu ekki allir sem að geti algjörlega skrifað undir þetta, menn eiga að hafa frelsi til þess að vera með aðrar skoðanir, en mér finnst mikilvægt að við séum mörg sem stöndum að þessu og þorum að koma fram að verja þetta skipulag sem að ég er svo sannfærður að verði Reykjavík mjög til heilla, og ég veit að ég verð stoltur af því langa framtíð að hafa átt þátt í þessu aðalskipulagi. Ég man það hvernig ég hef svo oft lesið aðalskipulagi frá 62 sem að í var lögð gríðarleg vinna. Ég held að menn hafi tekið yfir efri hæðina í Höfða í heilan vetur eða 2 vetur eða eitthvað álíka og unnið þar baki brotna þessu skipulagi. Ég man hvað ég oft hugsa hvað það hlýtur hafa verið gaman fyrir þá að hafa getað lagt þetta fram. Þó svo ég sé í dag ekki sammála öllu sem að þar kom fram. Þá var það vel rökstutt, menn sögðu hvert ætluðu og þorðu að standa með því. Þannig held ég að verði þetta skipulag og ég held að það muni standast tímans tönn ákaflega vel. Mér langar að lesa hér stuttan kafla eftir Stein Steinar að lokum. Reykjavík er dásamleg borg. Í vissum skilningi stendur hún jafnfætis heimsborgunum sem kalla sig nombril de l'univers eða annað slíkt. En hún er einu leyti frábrugðin London, París og Róm. Hún á sér enga sögu. Hún varð skyndilega til úr ekki neinu og að því virðist án nokkurs tilgangs hvorki góðs né ills hvað sem það á að þýða. Og við sem hittumst hér á svona glannalegu morgni erum börn þessarar borgar, raunar stjúpsynir og tökubörn, en það skiptir ekki máli því að Reykjavík er öllum góð, hvernig svo sem þeir eru tilkomnir. Hún hefur að vísu ekki gefið okkur neitt sem auga sér eða hönd á festir, en hún hefur gert okkur að mönnum, drykkfeldum og peningarlausum mönnum, með ofurlítið brot af samvisku heimsins í hjörtunum. Hún veitt okkur þegnrétt í mannheimum, hún kom okkur að minnstakosti í sálrænt samband við hinn stríðandi líð veraldarinnar. Þannig er Reykjavík og á þennan hátt skapar hún sína guði og menn. Takk. Nú er borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil eins og aðrir byrja því að lýsa því yfir að ég er stoltur af því að hafa átt þátt í því að búa til þessa tillögu að þessu aðalskipulagi og það hefur komið hérna ágætlega fram að þetta hefur tekið langan tíma og það var mjög margir tekið þátt í því úr mörgum flokkum og hérna ég ætla líka að þakka því ágæta fólki sem á skipulagssviði hefur unnið að þessu og þar ber helstan að nefna Harald Sigurðsson sem hefur lagt alveg gríðarlega mikla og merkilega vinnu í skipulagið eða í þessa tillögu sem liggur nú hérna fyrir sem að sum okkar hafa prentaða í gríðarlega mikilli og fallegri bók og vonandi verður þetta gefið út þegar þetta verður samþykkt í haust í fallegri aðgengilegri bók fyrir borgarbúa til að lesa því eins og fram hefur komið þá er þarna margt skemmtilegt og fróðlegt en ég ætla líka að halda því fram að eins og flestir aðrir sem hafa talað hérna að þessi tillaga að aðalskipulagi sem á að gilda til 2030 markar tímamót, álíka mikil tímamót og skipulagsuppdrátturinn frá 1927 þar sem að var lögð mikil áhersla á þétta randbyggð og sá uppdráttur byggði eins og flest okkur vita á hugmyndum Guðjóns Samúelssonar og Guðmundar Hannessonar og
þeim blöskraði einhverju leyti svona kaosið og óskipulagið í Reykjavík og það einkennandi á því skipulagi mikil áhersla á afleiðandi yfirbragð byggðarinnar, á fallega götur, garða og torga og við sjáum til dæmis þetta skipulag milli Hringbrautar og Ásvallagötu, þar sem verkamannabústaðirnir eru og það mætti nefna fleiri staði líka og þar sem sagt að mínu viti skiptir mjög miklu máli þessi áhersla á yfirbragð borgarinnar og lífsgæðin eða umhverfisgæðin sem að geta falist í góðu byggðu umhverfi. Annað tímamótaskipulag sem að líka hefur verið minnst á og borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson minntist hér á áðan að það var stóra skipulagið frá 1962 þar sem að voru komnar fram mjög breyttar hugmyndir hvað fælist í lífsgæðum borgarna, hvernig umhverfisgæði borgarna væru mest og þá á þeim tíma töldu menn að það skipti sem allra mestu máli að borgarbúar kæmust sem allra hraðast milli tveggja staða, milli A og B og allt annað yrði eiginlega að víkja og það meðal annars þess vegna sem að það var lögð svona mikil áhersla í því skipulagi á hraðbrautir. Ein hraðbrautin átti að liggja hér í gegnum miðborgina. Við sjáum leifar af því þar sem bílastæði fyrir framan Landssímahúsið við Kirkjustræti. Sú hraðbraut, þá var rifið húsið Uppsalir við hornið á Aðalstræti og Túngötu og eins Amtmannshúsið við Amtmannsstíg. Hraðbrautin átti að koma upp á Skólavörðustíg í gegnum gamla, í gegnum fangelsið á Skólavörðustíg og áfram upp á Snorrabraut. Það hérna kafli í þessu skipulagi og mér finnst að ég nefna það sérstaklega af því ég ætla ekki að fara að hafa mjög langt mál þetta. Borgarfulltrúi og staðgengill borgarstjóra Dagur B. Eggertsson og Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi og auðvitað Páll Hjaltason og Sóley Tómasdóttir og Júlíus Vífill, borgarfulltrúar hafa öll gert ágæta grein fyrir þessu. En ég nefni sérstaklega þennan kafla göturýmið til þess að brýna það að þar sem sagt komin algjörlega ný hugsun í sambandi við hið opna rými í borginni, almenningsrýmið. Þá erum við að tala bilið á milli húsanna, göturnar og gangstéttarnar. Skipulagið frá 1962 og sem sagt lagði alla áherslu það að það ætti fyrst og fremst að vera sem greiðfærust leið fyrir bíla. Nú áhersla og eins og rauður þráður í þessu skipulagi sem við erum að kynna núna að þetta sé aðlaðandi rými fyrir margs konar ferðamáta, þar á meðal gangandi fólk og hjólandi og það segir sig sjálft að þarfir gangandi og hjólandi vegfarenda eru allt aðrar en þeirra sem að bruna eftir götunum, lokaðir inn í bílum sínum. Þeir sem eru fótgangandi og hjólandi, þeir þurfa skjól, þeir taka mjög vel eftir nánastu umhverfi sínu þannig að þeir leitast eftir aðlaðandi umhverfi og að miklu leyti það svona rauður þráður í þessum undirkafla í bókinu göturýmið og það má kannski líka segja það að það sé eiginlega nákvæmlega það sem við sækjumst eftir þegar við sem hér búum förum til erlendra borga. Það einmitt þetta bil á milli húsana, hvort sem það Kaupmannahöfn, Barcelona, Berlín, Stokkólmur eða Oslo. Og það svo merkilegt að á vissan hátt verið að taka upp ákveðin sjónarmið varðandi gæði hins byggða umhverfis frá skipulagsuppdrætti Guðmundar Hannessonar og Guðjón Samúelssonar þar sem einmitt var svona mikil áhersla lögð á hið mannvæna yfirbragð, hið vistvæna yfirbragð gatnanna og húsanna í borginni. En það má líka nefna og það hefur komið oft fram, við höfum talað oft þetta hér í borgarstjórn og í umhverfis- og skipulagsráði að þarna og í þessu skipulagi gætir líka mjög mikið áhrifa borgarhugsuða á borð við Kanadamannin eða Kanadakonuna Jane Jacobs
og Danan Jan Gehl, og við hér í Reykjavík erum svo sannarlega ekki ein það að leita til hugmynda þeirra borgarrýmið. Við vitum það mörg sem höfum átt þess kost núna einmitt í vetur að ferðast til nokkurra borga í Bandaríkjunum, að það mjög áberandi nákvæmlega þessi sama áhersla að gera borgina að meira aðlaðandi umhverfi, gera göturýmið og gangstéttarnar að aðlaðandi umhverfi. Og í því felst meðal annars, og það kemur fram í þessum kafla líka í kaflanum samgöngukerfið, að það horfið frá þessu flokkaða gatnakerfi, þar sem að göturnar flokkuðust í húsagötur, tengigötur, safnbrautir og hraðbrautir, og í rauninni var kerfi sem að skapaði alltaf meira og meira umferðarmagn sem að þandi borgina út úr öllu valdi, og í þessi stað tekið upp aftur eins og hefur komið fram hérna hugmyndin göturnar í borginni sem eiginlegar borgargötur. Ekki bara hraðbrautir fyrir bíla, heldur borgargötur þar sem allir ferðamátar geta notið sín samtímis. Göturnar eru samrými borgarbúanna og gesta þeirra. Það annar kafli sem að ég vil líka vekja athygli á, og það verið mist á örhenda líka, það kaflinn kaupmanninn á horninu, og það passar einmitt mjög vel við það sem að hér hefur komið fram, að það þessi áhersla á hverfin og þá nánd sem að býr í hverfunum, í góðum hverfum, og einhver var þjónusta fær að dafna í hverfunum, en það hefur meðal annars orðið dálítið afleiðing af þessari miklu bílavæðingu borgarinnar, ekki bara þessara borgar, heldur allra borgar þar sem hún hefur átt sér stað, það að það verður mjög langt á milli heimila og þjónustustaða. Hverfi, verslanir og þjónusta fer út úr hverfunum í einhverja risastórar skemmur, oft fyrir utan byggðina, og enginn getur farið að kaupa sér svo mikið sem mjólkurpott án þess að komast, án þess að þurfa að keyra þetta á bíl. Þannig að ég tel að þessi kafli hér sem að kallast Kaupmaðurinn á horninu, sem eins og hefur komið fram kannski dálítið svona nostalgíulegur titill, en það kemur fram og það ekki bara fyrirheitum það að reyna að breyta þessu þannig að það verði aftur matvöru og dagvöruverslanir inn í hverfunum, heldur ákveðin áætlun það hvernig það verður gert, og ef ég með leyfi forseta þá stendur hér í þessum kafla: mikilvægasta atriðið í þeim aðgerðum að stemma stigu við opnun nýrra matvöruverslana innan atvinnusvæða og öðrum svæðum fjarri íbúðarbyggð sem ekki eru göngu- eða hjólavæn. Annað atriði að skapa forsendur fyrir hagkvæman rekstur matvörubúða í hentugu húsnæði innan íbúðahverfa. En svo kemur hérna einnig fram, skipulagsaðgerðir einar duga þó sjaldnast, því einnig þarf að koma til viðhorfsbreyting almennings, breyttar ferðavenjur og lífstíl, og ég held að flestir borgarbúar séu með okkur að þessu leyti, og þá kom raunar fram í máli borgarfulltrúa Gísla Marteins Baldurssonar að það mjög ofarlega á óskalista borgarbúanna og íbúafundum sem að haldnir eru með þeim. Það eins og borgarfulltrúi minntist á, þeir kvarta undan of mikilli og of hraðri bílaumferð í borginni, en þeir óska þess nánast alltaf líka að það sé meiri þjónusta inn í hverfunum þeirra, matvöruverslanir, dagvöruverslanir og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara út í nákvæma útlistun á því, en það var í rauninni ákvæðin framsetning í skipulaginu, aðalskipulaginu sem gilti frá 2001 til 2024 sem varð til þess að það reyndist verða mjög auðvelt að breyta verslunarhúsnæði inn í íbúðahverfum í íbúðarhúsnæði. Og þessi meirihluti sem að nú hefur verið hér, og það hefur reyndar verið þverpólitísk sátt það, að stöðva þá þróun vegna þess að margt af því húsnæði sérhannað verslunarhúsnæði, og þegar því breytt í íbúðarhúsnæði að þá svolítið búið að loka fyrir að það verði aftur að þjónustuhúsnæði, og auk þess sem að það oft mun lakara húsnæði en ætti að vera á jarðhæð með risastórum gluggum og svo framvegis.
Og þess vegna mikilvægt sem hér kemur fram og ég vitna aftur í leyfi forseta að það í þessari tillögu leitað leiða til að skilgreina markvissar verslunar- og þjónustukjarna líkt og tíðkaðist í eldri aðalskipulagi. Í nýju aðalskipulagi gengið mun lengra en áður í að verja einstakar verslunar- og þjónustulóðir og verslunarhúsnæði. Enn fremur sett fram markvissari stefnu matvörubúðir á blönduðum atvinnusvæðum utan íbúðahverfanna. Og þessi raunar merki, eða þessi raunar stað, þessi breyting nú þegar á nokkrum stöðum í Skólavörðuholtinu, 2-3 stöðum á Skólavörðuholtinu sunnanverðu, að þá hefur reyndar ekki verið opnað dagvöruverslanir heldur listagallerí á mikilvægum hornlóðum með stórum gluggum sem stóð til að breyta í íbúðir og ég tel að það hafi verið heillaskref að borgaryfirvöld stöðvuðu það og þau húsnæði ekki tóm, heldur það þvert á móti mjög skemmtileg og flott listastarfsemi og það þarf ekki að fara mörgum orðum það hvað það gefur svona hverfi mikið líf og gildi að hafa slíkt inn í hverfinu. Þannig að ég nefni þetta bara sem dæmi sem örlitla sönnun fyrir því að borgaryfirvöld eiga einmitt verið dálítið stíf á þessu atriði. En það kemur líka fram í þessum kafla sem ég held reyndar að ég hafi verið búinn að lesa hér upp áðan en ég ætla samt að nefna að samkvæmt þessari skipulagstillögu þá eru matvöruverslanir ekki heimilar á hafnarsvæðum, iðnaðarsvæðum og athafnasvæðum. Og þetta mjög mikilvæg breyting á því sem hefur tíðkast fram til þessa. Það þarf ekki annað en að líta hér vestur í bæ til að sjá að þar allt í einu komnar 4 stórar matvöruverslanir, risastórar stálskemmur niður á Granda en sem eru þannig staðsettar fyrir utan hverfið að það eiginlega ómögulegt að fara þangað að versla, ekki svo mikið sem eitt rúmstykki án þess að vera á bíl. Þannig að það ekki mjög mannvænt og vistvænt skipulag. Nú, ég ætla ekki að fara mörgum orðum það sem þau hefur verið sagt. Það eru kaflar hérna borg fyrir alla, ég man ekki alveg hvað þeir heita, en þess mjög mikil áherslu og það annar rauður þráður í því skipulagi að hverfi borgarinnar eiga að vera sem blönduðust, ekki bara það er ekki bara að vera að blanda íbúða og atvinnuhúsnæðis, heldur líka félagsleg blöndun sem að bera stefnað. Og við erum að tala þéttingu og við heyrum það hér hjá borgarfulltrúunum Gísla Marteini Baldurssyni og Sólíu Tómasdóttur að þéttingin gríðarlega mikilvæg en þó að ég hafi verið algjörlega ósammála borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni í nokkrum punktum sem hann nefndi hér áðan, ég veit ekki hvort að ég kem inn á þá hér á eftir, þá ég þó sammála því sem að hann benti á og raunveruleiki að það veruleg hætt á því og sagan sýnir það bara að þegar byggt þéttingarsvæði inn í borgunum hneigjast mjög til þess að verða að þar rísi eingöngu íbúðir fyrir sterkefnað fólk. Það þarf ekki annað en að líta hér á, sem ég held að borgarfulltrúinn hafi nefnt, á Skúlagötuna og líka hér á Mýrargötu 26, ef mér leyfist að fullyrða að það sé þannig, en ég held að það sé engin góðgá. Það kemur fram maður skynjar það á auglýsingum og öðru slíku. En ég held hins vegar að það sé verkefni sem sagt okkar og þeirra sem að taka við okkur að framfylgja þessari hugsjón félagslega blöndun með því að leita ýmislegra ráða. Það kom fram hér áðan líka að Búset að fara að byggja upp í Einholti, Ferholti og ég held að við eigum og verðum að vera svolítið róttæk í hugsun hvernig við viljum skapa það sem við viljum stefna, það að segja félagslega blönduð hverfi. Og það ekki bara við í Reykjavík sem að hugsa það. Þetta viðkvæði í mjög víða í Evrópu í dag, þar sem að það hefur komið upp að miðborgirnar eru svo dýrar að það mjög erfitt fyrir stúdenta og efnaminna fólk að búa þar
og það hrekst þá út í úthverfi. Og í Þýskalandi, sem ég veit þekki einna best, að þar hafa komið upp margs konar lausnir. Það hafa verið stofnuð húsnæðissamvinnufélög í sumum borgunum. Ég held að í Berlín hafi verið ekkert húsnæðissamvinnufélag árið 2000, nú eru 360 og það er verið að leita margra leiða til þess að gera þessa félagslegu blöndun að veruleika og það er ekki nein stór lausn í því. Heldur margar leiðir, margir möguleikar, bæði skipulagður hennar opinber en líka í grasrótarsamtökum íbúanna sjálfra sem taka sig saman og búa til stofna sín húsnæðissamvinnufélög. En fyrst það auðvitað að setja stefnuna og stefnan klár í þessu, félagsleg blöndun. Síðan eru það leiðarnar sem að verða stöðugt verkefni næstu árin. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kom hér inn á áðan, að það var tvennt sem að ég var algjörlega ósammála sem að hann fullyrti og ég vona að hafa það rétt eftir. Annars vegar taldi hann eða telur hann að þetta skipulag leiði til einsleitni í borginni. Ég algjörlega ósammála því og skil raunar ekki hvernig hægt að komast að þeirri niðurstöðu þegar maður les þetta í gegn og maður verður þó víst að halda því fram að borgir eins og Bergen, Oslo og Kaupmannahöfn séu með einsleitnar borgir. Það eru einmitt mjög þéttar borgir sem eru þrátt fyrir þéttleika sinn einmitt mjög fjölbreytilegar, lifandi og skemmtilegar. En ég endurtek það, ég sammála viðvörunarorðum Júlíusar Vífils það að það er raunverulega hætt á því að ákveðin lykilsvæði í miðri borg verði sem sagt eingöngu svæði fyrir sterkefnaða og það á ekki að vera þannig og þarf ekki að vera þannig. Nú svo hitt líka sem að kom fram í máli borgarfulltrúans að þéttingin leiði til aukinnar mengunar. Það rétt að því leyti að á ákveðnum svæðum þar sem að umferðin mikil, það getur verið ákveðin hætt á því við á Miklubraut við Hlíðarhverfið, en í hinu stóra samhengi leiðir þetta til minni mengunar. Það einfaldlega staðreynd sem ég held að þetta fullyrða sér staðreynd sem að kannanir og rannsóknir sýna í Evrópu og allstaðar að íbúar í þéttbýli þeir skilji eftir sig færri og minni sótspor eins og það kallað heldur en íbúar í strjálbýli. Þá munar bara heilmiklu. Og það segir sig sjálft að því íbúar í strjálbýli þeir þurfa, og þá miða ég á einstakling að því að íbúar í strjálbýli þurfa að keyra svo miklu lengri vegalengdir. Annað það líka, og það kom raunar fram í heimsóknum sem að við, nokkur okkar sem í umhverfis- og samgönguráði fórum til Bandaríkjanna í vetur, af því að það að mörgu leyti fróðlegt fyrir okkur að fara til borga eins og eins og Seattle og Portland, af því að þeir eru sömuleyti í svipuðum sporum, svipuðum sótsporum og við Reykvíkingar vegna þess að þetta eru borgir sem eru tiltölulega ungar og hafa byggst upp sem mikla bílaborgir og líka þar á bæ eru menn að reyna að snúa þeirri þróun við. Og eitt af því sem kom fram þar, og það við skulum segja að það gildi þó bara fyrir Bandaríkin, en ég býst við því að það gildi nú samt víðar, að ein leið til þess að auka félagslegan jöfnuð í samfélagunum þétting byggðarinnar. Strjálbýlið reynist vera fátæktargildra. Það reynslan sem okkur var skýrt frá í fyrirlesturum, ég man ekki hvort heldur það var í Portland, Seattle eða Chicago, þangað sem við fórum líka. Og annað, það sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill kom inn á, og mér fannst hann svolítið svona eins og tala í svolítið hæðnislegum tón orðið gegndarlaus útþensla, á ensku talað urban sprawl, og það líka dálítið svona gildishlaðið hugtak, í því felst einhvern veginn hugmyndun sóun og illa meðferð og eitthvað slíkt.
En mér finnst orðið gegndarlaus útþensla lýsa þróuninni í Reykjavík alveg ágætlega og nákvæmlega þar eru menn líka á varðbergi, til að mynda í Portland sem að fyrir 20-30 árum komu sér upp stefnu sem að hefur verið kennd við Urban Growth Boundaries, þar að segja að þeir láta ekki byggðina þróast yfir allt næsta nágrenni, yfir dali og heiðar, sem sagt náttúrulegt umhverfis borgina, það sem við köllum græna trefilinn. Að lokum þá vil ég nefna það, og ég hef nefnt það hér áður á þessum vettvangi, þar að segja í borgarstjórninni, að það kom út fyrir, þessu ári að þá kom út skýrsla á vegum Sameinuðu þjóðanna sem að heitir, sem að fjallar hagsæld borgarna, og þar einmitt merkilegt nokk, og þessi ástæðan fyrir því að Sameinuðu þjóðirnar leggja alveg gríðarlega áherslu á borgarumhverfið. Það eru margir hópar, margar skýrslur sem eru gefnar út. UN Habitat ein stofnunin þarna sem að fjalla fyrst og fremst borgarumhverfið. Ástæðan kunnug, hún nefnilega svo að meirihluti mannkyns býr í borgum. Það sem sagt í borgarumhverfinu sem að hlutskipti okkar mannanna ræðst að miklu leyti. Ef að borgarumhverfið gott, þá umhverfið okkar, eru meiri líkur á því að hlutskipti okkar og lífsgæði séu góð, en ef það vont. En það allavega, mér finnst það forvitnilegt, að því að mér finnst margt sem að kemur fram í þessari skýrslu hagsæld borgarna eða City Prosperity, minna svo á þetta aðalskipulag sem við erum hérna að senda í auglýsingu. Og þar kemur fram að skipulag borgarna það eigi umfram allt að efla lífsgæðin í borgunum og gera lífsgæðin öllum aðgengileg. Það mikil áherslu lögð þarna á almenningssamgöngur og almenningsskóla og heilsugæslu fyrir alla og einnig samir að segja almenningsgarða, almenningsbókasöfn og almenna aðstöðu fyrir alla til líkamsræktar. Skipulagið má ekki verða til þess að útiloka vissa þjóðfélagshópa, til dæmis sökum fátæktar. Það má ekki láta undan þrýstingi það að öll bestu byggingarsvæðin séu eingöngu tekið undir sterk efnaða íbúa, en sem sagt láta ekki fólk þurfi þá að gera sér á góðu að búa á mjög lögum stöðum í borgunum. Það enn fremur mikilvægt, segja skýrsluhöfundar, að hafa byggðina þétta og nýta landið vel, því það dregur úr miklum samfélagskostnað og sóun á landi sem og hömlulausri útþenslu byggðarinnar, sem að það hefur í för með sér. Vegalengdir verða styttra, nærþjónusta eykst og almenningssamgöngur eflast, og skipulagið á ýta undir félagslega blöndun. Og það mjög mikilvægt að segir þarna að samgöngumátar séu sem fjölbreyttastir. Þannig eru þessar áherslur hjá UN Habitat árið 2013 og ég nefni þetta til þess að árétta það að þetta merkilega plagg sem við erum hérna að senda núna í auglýsingu verður ekki til í einhverju tómarúmi eða í eftir einhverju svona dillu eða geðþótta ákvörðunum. Það enginn haldið því fram, en ég segi þetta nú bara samt. Heldur þetta sem að innihald þessara bókar að stofni til nákvæmlega það sem að yfirvöld sem vilja auka lífsgæði almennings í borgunum eru allstaðar að hugsa. Og það á meðal líka í, sem sagt, Sameinuðu þjóðirnar hafa sett sem sagt borgarumhverfið og oddinn, og þetta skipulag að mínu mati passar mjög vel við það sem þar sett fram. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil fá að byrja á því að þakka öllum þeim fjölmörgu einstaklingum fyrir þá miklu vinnu sem lögð hefur verið í þetta skjal sem fer nú í hefðbundið og lögbundið auglýsingaferli til skipulagsstofnunar og svo til íbúa og hagsmunaaðila. Þrátt fyrir einstaklega erfið kjörtímabil undanfarin ár og talsverð pólitísk átök hafa borgarfulltrúar og starfsmenn náð að vinna saman að nýrri sýn á skipulag borgarinnar sem bæði hugrökk sýn og stefnuföst. Án þess á nokkurt sé halla þá ber sérstaklega að þakka Haraldi Sigurðssyni á skipulagssviði sem hefur ekki gefist upp á þessum trakteringum og sauma þessi plögg öll saman og haldið utan aðalskipulagsvinnuna þennan tíma. Hér liggur fyrir vandaplagg sem endurspeglar að búið að hugsa marga þætti sérstaklega ítarlega eins og til dæmis húsverndarstefnu og loftgæðastefnu, hjólastefnu og stefnu í hæð húsa og í miðborg og allt þetta hefur saumað saman með svona ágætum hætti. Margir borgarfulltrúar hafa hér komið að ólíkum verkefnum og það sem þetta plagg staðfestir að borgarfulltrúar geta unnið saman, geta náð samstöðu heildarsýn og varpað fram, sem sérstaklega mikilvægt, framtíðarsýn fyrir borgarbúa. Drögin byggja á meginþáttum sem hafa það á leiðarljósi að bæta borgarumhverfið og auka lífsgæði með þéttari byggð, með hugsun sem tryggir að aðrir samgöngukostir verði raunverulegir valkostir og með hugsun sem lætur umhverfið og umhverfismál njóta vafans. Þetta ekki einungis þróun í Reykjavík heldur á alþjóðavísu. Fólk vill í auknum mæli búa í borg og fólk vill í auknum mæli búa þétt. Það vill komast í alla þjónustu. Og borgir sem í nokkurs konar business, ef ég fæ að sletta hér með leyfi forseta, sjá kosti þess varðandi rekstur borgarinnar þannig að þétting byggðar minnkar rekstrarkostnað á svo mörgum sviðum. Bara í dag kom skemmtileg frétt í Wall Street Journal minna olnbogarými í borgum, nánar tiltekið í Vancouver, þar sem saman fyrir stefna borgarinnar þéttingu og óskir íbúa að búa miðsvæðis. Í Vancouver hefur sem sagt íbúaverð hækkað gríðarlega og borgin mætt óskum íbúa með að leyfa og að auki hvetja íbúa til að byggja litlar húseiningar á lóðum sínum til að leigja út, hvatt á til þess að leigja út tómar risíbúðir og kjallara. Ekkert af þessu gefur borginni sérstaklega mikið í aðra hönd í formi gatnagerðargjalda en öll þjónusta sem fyrir á svæðum borgarinnar, skólar og verslun og önnur þjónusta nýtist mun betur. Þetta eitthvað sem við höfum ekki rætt mikið í samhengi við þetta skipulag en undirliggjandi. Við ættum að sjá minni rekstrarkostnað í þjónustu borgarinnar, í skólum og í velferðarþjónustu ef við getum þétt meira. Ég tala nú ekki að bjóða upp á almenningssamgöngur sem fara að virka betur. Ég alls ekki nákvæmlega inni í tölum og nákvæmum breytingum á öllu skipulaginu og eitthvað í skipulaginu kann að virka sem draumsýn fyrir suma. En aðalskipulagið á að setja fram drauma betri borg og draumar eru til alls fyrst. Draumur okkar allra borgarfulltrúa hér í dag og margra sem hafa fært sig yfir Vonarstrætið að nýta betur Vatnsmýrina fyrir íbúabyggð, háskólabyggð og atvinnustarfsemi. Við erum öll meðvituð hversu erfitt oft á tíðum það að færa rök fyrir þeim fjölmörgu kostum að nýta Vatnsmýrina. Það hins vegar að mínu mati okkar ábyrgð að reyna það verkefni til þrautar, skoða alla kosti í stöðunni, meira að segja sísta kostin sem að flytja flugvöllinn til Keflavíkur. Ég viðurkenni að ég á erfiðast með að sjá þá breytingu en við eigum að skoða þá alla þessa kosti. Það verður að takast að ræða þetta stóra mál við ríkið og vonandi færa samtalið yfir í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Ég vissum að almenn umræða þessar hugmyndir verið góð og mikil hjá borgarbúum. Ég treysti þeirri miklu vinnu sem liggur fyrir sem setur fram þessa skýru stefnu í flestum málum sem við höfum rætt hér í mörg ár og ég held að íbúar sjái fljótt samhengi þeirra sýna sem drögin varpa fram. Auðvitað eru einhver atriði sem ég hef áhyggjur af. Ég ætla hins vegar ekki að tíunda þær hér en ég nefni atvinnusvæðin og þróun skólastarfs í þéttari borg svo að unga fólki velja að búa í Reykjavík. Það til dæmis sérstök umræða að mínu mati sem þyrfti að fara fram hér hvernig spá fjölgun eldri borgara ólík þeirra sem yngri eru. Við þurfum að gæta þess sérstaklega að miðborgin verði ekki eins og til dæmis hverfi 108 sem hefur breyst sér í lagi í gerðunum
og einsleitnin orðin aðeins og mikil hvað varðar aldursspil. En ég leggst yfir þetta eins og allir aðrir borgarbúar. Mér finnst hins vegar stefnan þéttingu og samgöngur gæði byggðar vera akkúrat í takt við heilbrigða sýn fyrir borgina og framtíðar íbúa hennar. Ég hugsa þetta fyrst og fremst fyrir framtíðina, fyrir börnin mín og fyrir barnabörn. Ég samþykki að þetta aðalskipulag fari í auglýsingu og hlakka til að taka þátt í vonandi mikilli umræðu og kannski jafnvel breytingum á skipulagi og gera góða borg betri. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn. Það hafa verið forréttindi að hafa nafn sitt á lista yfir þá sem hafa komið að vinnu við endurskipulagi aðalskipulagi Reykjavíkur. Ég vil taka það fram að ég er tiltölulega nýkomin til leiks með hversu langan tíma þetta skjal og skipulag hefur verið í vinnslu. Allir þeir sem setið hafa í stýrihópum við endurskoðun aðalskipulags hafa átt möguleika á því að koma sínum skoðunum á framfæri og breytingum. Allir sem einn, fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Skipulag til ársins 2030, að sjá fyrir hvað gerist næstu 17 árin, þýðir það líka að líta tilbaka og leggja mat á síðustu 17 ár. Mér dreymdi lengi að gera skipulag þar sem við erum sammála að taka mistök tilbaka. Ég hafði þá hugmynd lengi í kollinum fyrst eftir ég byrjaði að vinna að skipulagsmálum sem kjörinn fulltrúi. En lærði fljótt að það er ekki svo einfalt þar sem við byrjum sjaldnast með autt blað. Það er þó nauðsynlegt að við áttum okkur á því hvað það er sem betur má fara. Það er mikilvægt að hafa það í huga við alla skipulagsgerð að það getur reynst gríðarlega dýrt að fella niður byggingarheimildir og að gera róttækar breytingar. Það skiptir einstaklega miklu máli hvernig manni líður í borg. Ég held að sú borg sem fólk elskar mest sé ekki sú borg sem það býr í. Hversu margir í heiminum búa fyrst og fremst í borginni sinni af því að þeim finnst hún svo vel skipulögð. Ég kasta þessu bara hérna fram svona til umhugsunar. Flestir búa á þeim stað sem þeir búa vegna vinnu sinnar. Þess vegna er svo mikilvægt að við hugsum það hvernig fólk fer úr og í vinnu. Í þessu plaggi er óendanlega mikið af upplýsingum. Mikið af þeim eru til þess að uppfylla skilyrði laga. Staðreyndir núverandi ástand byggðarinnar, tölfræði, sagnfræði, upplýsingar landnotkun og síðast en ekki síst framtíðarfræði. Í plagginu eru stóru línurnar. Árið 2005 flutti ég til Íslands frá Los Angeles eftir 5 ára fjarveru. Stóra menningarsjokkið var að sjá hversu bílaumferðin hafi aukist og ég tala nú ekki breytingu á gömlu hringbrautinni. Í þessu aðalskipulagi fær einkabíllinn ekki þennan fókus sem hann hefur fengið til þessa og ég er ótrúlega stolt af því. Sem dæmi það má nefna að fallið frá hugmyndum mislæg gatnamót, allavega að langmestu, og við gerum strangari kröfur vegna fjölda bílastæða og fókusin settur á borgargötur og síðast en ekki síst útfærslu á hjólreiðaáætlun borgarinnar sem auðveldar þeim sem kjósa það að ferðast borgina öðruvísi en á bíl. Hugmyndir að þéttingu byggðar sem lögð til í aðalskipulaginu tel ég að muni gera það að verkum að borgin haldi betur utan borgarbúana.
Allavega sama hvaðan þeir eru að koma og hvert þeir eru að fara. Hvernig líður okkur þegar einhver heldur utan okkur? Vel. Og mér finnst að skipta ótrúlega miklu máli hvernig manni líður í sinni borg. Hvernig líður okkur þegar við horfum á húsin, hvernig líður okkur þegar við horfum á göturnar, hvernig líður okkur þegar við horfum á göngustígana, hjólreiðastígana, opin svæði, bekkina og ruslaföturnar. Stefna í hæðum húsa ég alveg brjálæðislega ánægð með að hún skuli rata inn í bindandi hluta aðalskipulagsins. Einnig stefnan kaupmanninn á horninu sem alveg ótrúlega mikilvægur kafli. Að lokum vil ég þakka fyrir öllum þeim sem standa að þessu frábæra og flotta plaggi. Ég segi takk fyrir og góða ferð, alveg sama hvernig við ferðumst. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil taka undir það með öðru borgarfulltrúum, taka undir þakkir til þeirra fjölmörgu starfsmanna borgarinnar sem hafa komið að gerð þessa skipulags og skipulagstillögu og einnig fjölmargra borgarbúa sem hafa tekið þátt í fundum og komið með ábendingar til okkar borgarfulltrúa skipulagsmál á þessu langan tímabili. Alls 7 ár sem þetta hefur verið í vinnslu og við sjáum afraksturinn hér og það er óhætt að segja að hér sé fjölmargt gott í þessu skipulagi, fjölmargt sem horfir til betri vegar. Það eru þarna atriði eins og við getum sagt að þarna séu leiðrétt ákveðin atriði frá fyrra skipulagi, fjallað margt sem ekki var fjallað þá, tekið á ýmsum málum sem ég held að fólk vilji sjá inn í slíku skipulagi og ætla svo sem ekki að telja það upp hér sem kemur þarna vel út, en það er auðvitað fjölmargt, en eins og svo oft við gerum hér í borgarstjórn þá kannski fjöllum við frekar það sem ber á milli. Og ég tek undir þær áhyggjur sem Júlíus Vífill Ingason borgarfulltrúi kom hér með áðan ákveðna þætti í þessari skipulagstillögu. Ég tek undir það að mér finnst að við eigum sem skipulagsyfirvald að tryggja fólki val, víðtækt val, hvar það vill búa, bæði eftir borgarhverfum, nú eftir gerð húsanna og jafnvel í verði. Og það verður best gert með því að byggja einhverju leyti á grunni gamals skipulags en að sjálfsögðu koma síðan með ný svæði inn til byggingar sem menn kalla þéttingu byggðar. Flest þéttingaverkefni í Reykjavík, það hafa verið mörg þéttingaverkefni hér í borginni og ég myndi segja að flest þeirra hafi tekist vel, sem hlýtur þá að byggja undir það að við förum þá í víðtækari þéttingu og við sjáum afraksturinn meðal annars hér. Það er talið að hér sé hægt að þétta á ýmsum svæðum sem menn töldu vera erfitt eða jafnvel ekki gerlegt áður, en við vitum að þetta er alveg hægt og stóra myndin kannski er sú, sem ég held að flestir borgarfulltrúar séu sammála að byggðin hún hefur dreifst mjög, hún hefur borið keima af því að þetta sveitarfélag hefur átt eða talið sig eiga nægt landrými, en hún hefur líka borið svip af því að íbúar þeir hafa sömuleyti óskað eftir þessari dreifðu byggð. Það er draumur margra á sama hátt að draumur margra að búa í þéttum miðbæ þar sem er iðandi mannlíf, og þá er líka draumur margra
að búa í svokölluðu úthverfi þar sem eru rólegheit, þar sem fólk býr í sérbýli og hefur aðgang þar að bílastæðum og garði. Og mér hefur sýnst ríkja það sátt og samstæði hér í borgarstjórn Reykjavíkur sem ég veit að það hefur bara verið mjög fín á síðustu áratugum að borgin reyna að bjóða hvort tveggja, bæði lóðir undir sérbýli en líka reynt að þétta inn á við. Vissulega hafa oft komið vandamál þegar það hefur átt að þétta byggð því að allir Reykvíkingar eða flestir þeirra eru mjög sammála því að þétta byggð svo framalega sem sú þétting eigi sér ekki stað nálægt þeim. Þess vegna hefur það oft verið vandkvæðabundið að þétta hana en hér sér maður að hér er mikið stemt að þessari þéttingu og á flestum þessum þéttingarreitum held ég að ég geta nást samstæði milli kjörinna fulltrúa að þétta. En ég held að það væri heppilegra að standa að þessari þéttingu með aðeins öðrum hætti. Til dæmis varðandi byggð í borgarhlutanum Grafarholti Úlfarsárdal. En þar voru eins og menn muna, það er bara í síðasta skipulagi, eða núgildandi skipulagi, voru uppi miklar hugmyndir uppbyggingu og ef ég man rétt þá var þetta hverfi fyrst skipulagt sem 25.000 manna hverfi og var að nokkru leyti skipulagt eins og þéttasta hverfi Reykjavíkur, Þingholtin. Það átti hugmyndin með þessu Grafarholti Úlfarsárdal eða minnst Úlfarsárdal var að fara kannski með Þingholtin í Reykjavík í útrás, byggja Þingholtin, byggja þétt hverfi þarna alla leið austur frá. Og það er hægt að segja frá því að ef þetta 25.000 manna hverfi hefði orðið að veruleika þá hefðu við í raun og verið komið með stærsta og fjölmennasta hverfi Reykjavíkur. Kannski fyrir utan Breiðholt þegar að það búa núna reyndar í Breiðholti rúmlega 20.000 manns en þegar að flest var í Breiðholti hygg ég að þar hafi búið 28.000 manns. Þannig að minnsta kosti ef það hefði 20.000 manns flutt í hverfi þá var það núverandi, þá hefði það orðið stærsta hverfi eða fjölmennasta hverfi Reykjavíkur. En þetta var síðan skúfað niður ef svo má segja. Margir íbúana þarna í Úlfarsárdal, margir frumbyggjar í Grafarholti Úlfarsárdal, þeir töldu þetta hverfi vera allt of þétt og alltaf mikil byggð sem þar ætti að setja niður á fremur lítið svæði. Þannig að það var endurskoðað og mjög svona dregið úr þeirri byggð sem þar átti að vera og það var gert í góðu samkomulagi við íbúa í Grafarholti Úlfarsárdal og ég hef ekki töluna nákvæmlega, mér minnir að menn hafi lesið út úr því þannig að þarna með að við svona núgildandi forsendur eigi að vera hægt að koma þarna fyrir 12 til 14.000 manna byggð. Bæði vildi borgin nýta þetta land og síðan líka held ég að það sé svona með íbúana þar að þeir vilja ekki draga svo mikið úr byggð í dalnum að hún geti ekki borið ákveðna þjónustu og þá á ég til dæmis bara við verslunarstarfsemi og rekstur íþróttafélags. Og ég held að margir íbúar á þessum stað þeir telji sig hafa ákveðin fyrirheit frá borginni það að það verið staðið við þetta samkomulag eða fyrirheit sem gefið að það er miðað við 12 til 14.000 manna byggð og það var í kringu 2006 sem það samkomulag var gert, 2006 eða 2007 og menn héldu auðvitað þá að menn eru bara skotfljótir að klára þessar lóðir. Spurnin eftir lóðum var svo mikil, menn héldu að menn eru skotfljótir að klára þessar lóðir. Síðan er bara farið í eitthvað annað hverfi, jafnvel Geldinganes. En það var ekki svo því að kreppan setti þarna strik í reikninginn og neyti menn til að staldra við og þetta hverfi er ekki ennþá uppbyggt. Ég held að íbúarnir þar hafi flestir skilning á því að af hverju hverfi hefur ekki byggst upp jafn hratt eins og menn byggust við. En geri aftur á móti ráð fyrir því að þegar að efnahagslífið fer í gang að nýju og uppbygging hefist á nýju að þá verði þarna hægt að þá verði þarna svona, já, ekki minna en 12.000 manna hverfi sem á að geta borið
sem á að geta borið blómlegt íþróttafélag og aðra starfsemi. Nú, ég held að það geti alveg farið saman að leyfa áfram uppbyggingu þarna með það sem var talað, standa semst við gefin fyrirheit og að þétta byggð annars staðar í borginni. Ég held að sé ekkert að því að borgin, að við tryggjum fólki val og ég sé ekki fyrir mér að í þéttinga á þessum þekktu þéttingasvæðum vestanmegin í borginni, þá sé ég ekki fyrir mér að það verði margar sérbýlislóðir, kannski ekki neinar sérbýlislóðir, og mér finnst það bara þessum ég æskilegt og ekkert að því að bjóða fólki í slíkar sérbýlislóðir þá að minnsta kosti austamegin í borginni. Og ég tel vegna þess að við sjáum að tilflutningur fólks til höfuðborgarsvæðisins, hann heldur áfram frá landsbyggðinni og það er örugglega stutt í það að Ísland verði borgríki eða eins og við köllum á grísku pólís. Háskólamenn skilgreina borgríki þannig að það séu þá 80% landsmanna sem búa í einni borg. Ég held að við séum komin í 65–70% núna sem búa á höfuðborgarsvæðinu eða nálægt því, eða milli 60–70%, og ég hygg að það líði ekki á löngu uns að 80% landsmanna verði komin hingað á stór Reykjavíkursvæði. Þannig að það kemur mér ekkert á óvart, þó að ég veit ekki hvort það verður á tíma þessa skipulags, en að það verði byggt á þéttingasvæðum í borginni, þá aðalega fjölbýlishús, en að við kunum líka hafa not fyrir áframhaldandi lóðir undir sérbýli þá austamegin. Nú, og það bara leiðir hugan að öðru. Það er bara það hvernig við ætlum að selja lóðirnar og á hvaða verði. Það er mikið talað um það og alveg sjálfsagt að það er kannski örlög þeirra sem eru fæddir á Íslandi, hérna norður við heimskautsbaug, að þeir þurfa að leggja, þeir þurfa að verja stærri hluta af sínu ævistriti heldur en fólk við annars staðar í heiminum í húsnæði, steinsteypu og lóðirnar. Og ég held að við stjórnmálamenn, við ættum að hafa það í huga, við ættum að hafa þann myllustein sem sumir kalla, sem þarf að leggja háls ungs fólks, reyna að hafa hann minni heldur en kannski gerist heldur en hann er núna, og þess vegna fagna ég umræðu það hvernig hægt er að standa því á miðlægum þéttingasvæðum að bjóða ódýrar lóðir, en það er þá ganga út á það kannski að tryggja sérstökum hópum eins og námsmönnum ódýrar lóðir. Ég held að við ættum að skoða það að bjóða sem flestum, ekki bara námsmönnum ódýrar lóðir, og auðvitað er það mjög erfitt að gera slíkt miðsvæðis, þar sem ég held að þessi þéttingasvæði miðsvæðis byggjast upp þannig að það verði mikil spurn eftir lóðunum þar, en þá finnst mér ekkert að því eins og við gerst í fortíðinni að við bjóðum þá ódýrari lóðir austanmegin þar sem eftirspurn er ekki eins mikil. Við sjáum það bara á íbúðaverði, við sjáum bara það fólk sem, eins og kannanir gefur til kynna, það eru margir sem vilja búa í sérbýli, 70% heyrðist mér áðan hefur verið að vitna til einhverjar könnunar, og við vitum að það er sennilega tvöfaldur munur á verði góðs raðhús í vesturbæ Reykjavíkur og til dæmis í Úlfarsárdal. Það segir sig sjálft að ef einhver vill á sig þann draum að búa í raðhúsi, að ef maður getur fengið á 80 milljónir vestur í bæ en 40 milljónir í Úlfarsárdal eða þar bil, þá er líklegt að hann velji dalinn, og það þarf ekki endilega að vera strengt að við bjóðum lóðir á slíku verði. Bjóðum þannig fjölbreytta valkosti fyrir barnafjölskyldur og rauninni bara alla íbúa, og ég verð að segja það að mér finnst þessi skipulagstillaga ekki taka mið af því. En ég held að sé samt ánægilegt í sjálfu sig, ég held að við séum fylgjandi þéttingu byggðar hérna borgarfulltrúar, það er bara ekki sama hvernig farið er að því. Og þá komum við að Vatnsmýrinni, flugvallarsvæðinu. Þetta er auðvitað eitt, ég veit ekki að segja, erfiðasta, snúnasta, áhugaverðasta skipulagsmál í Reykjavík í áratugi, og ekki arfleið kalda stríðsins, heldur bara stríðsins, seinni heimsstyrjaldarinnar, ákveðin hátt.
og því verður ekki neitað að flugvöllurinn, hann gegnir margvíslegu hlutverki hér í Reykjavík. Hann gegnir hlutverki samgöngu miðstöðvar, er þá rauninni sjúkraflugvöllur fyrir Landspítalann sem miðstöð heilbrigðisþjónustu í landinu. Hann er miðstöð almenningssamgangna á ákveðinn hátt. Innanlandsflug, þá má þetta flokka það undir almenningssamgöngur þar sem fjölmargir nota, 100.000 farþega nota, ekki kannski jafnmargir og er í strætó en margir samt, og það er auðvitað meira að segja það en að borgaryfirvöld reyni með markvissum hætti að flæma slíka starfsemi úr borginni. Auðvitað er ljóst að margir líta hýru auga til svæðisins sem til Vatnsmýrarinnar og þess svæðis sem Reykjavíkurflugvöllur stendur á og sjá fyrir sér að það sé hægt að bæta borgarskipulagið með því að byggja því svæði. Ég tek alveg undir það að það myndi hafa margvíslega kosti í för með sér. Ég vara samt við að menn líti á byggð í Vatnsmýrinni allri sem einhvers konar fix ídeu sem mun laga allt í borginni. Ég held að eins og hefur verið talað Reykjavíkurflugvöll, ég held að menn, ef það verður síðan endanum byggt þar, þá held ég að menn munu undrast að mörg vandamál sem eru nú til staðar í borginni myndi sjálfur sér held ég ekki leysast og ný myndu skapast. Eitt af þeim vandamálum sem ég sé fyrir mér að myndi aukast eru umferðarmál í Reykjavík og ég vil segja það hér að mörguleiti þá búum við Reykvíkingar við að mörguleiti mjög gott gatnakerfi, stofnbrautakerfi. Það voru mjög framsýnir menn sem skipulögðu gatnakerfi á sínum tíma, skipulögðu fyrst Hringbrautina og síðan Miklubrautina Vesturlandsveginn, þessa svokallaða Nesbraut eins og vegagerðin kallar hana. Hún annar mikilli umferð og ég verð að segja það að hún hefur verið byggð markvisst upp og mislæg gatnamót hafa verið byggð í Reykjavík til þess að anna þeirri miklu umferð sem hér á sér stað og ég hygg að flest gatnamótin hafi verið byggð, reist á tímum hins svokallaða R-lista sem var tilbúin til þess að minnsta kosti fyrir utan 101 að leyfa vegagerðinni að reisa mislæg gatnamót og ég held að það sé ekki deilt notagildi þessara gatnamóta. Það er að sjálfsögðu þessi gatnamót, mislæg gatnamót, þau greiða fyrir umferð, þau fækka slysum og þau draga úr mengun. Nokkur þeirra hafa dregið mjög úr slysum, til dæmis gatnamótin við Miklubraut, Skeiðarvog og Réttarholtsveg. Ég hygg að ég hef ekki að sé það að þetta voru mikið slysagatnamót áður og því var spáð að þau myndu draga úr alvarlegum slysum ca. 70%, en raunin hefur orðið svo að þau hafa dregið úr slysum á þessum stað 92%. Við sjáum þetta ekki daglega, við sjáum að sjálfsögðu daglega þegar slysin verða, en svo þegar kemur mannvirki sem fækkar slysum og kemur í veg fyrir þau, þá eigum við kannski erfitt með að sjá þetta, en það er einmitt tilefni til að rifja slíkt upp hér í borgarstjórn og benda borgarfulltrúum á það að þótt mörgum finnist þessi mislægu gatnamót ljót og taliðu niður, þá má ekki gleyma því að þau leiða til góðs með margvíslegum hætti. Og mér finnst, ég er ósáttur við að mér finnst að vera að skekkja þessu skipulagi að það er rauninni ráðist til atlögu við hugmyndunum fleiri mislæg gatnamót. Að sjálfsögðu er ekki þannig að það er koma mislæg gatnamót og öll gatnamót í borginni. Ég held að við séum að mörguleiti komin langt. Það eru 10 mislæg gatnamót í Reykjavík og ég held að við séum að mörguleiti komin langt með að reisa þau og vonandi þarf ekki að reisa mörg í viðbót, en ég held að við eigum að skoða með opnum huga að reisa þau á nokkrum gatnamótum í viðbót og líta þá einkum til slysa sem verða á þessum gatnamótum. Því það er margsanna mál að á nokkrum gatnamótum þá eru það mörg slys að með mislægri lausn eða öryggislausn á þessum gatnamótum þá myndi stórdraga úr slysum og
bara með sparnaði á slysakostnaði væri slík gatnamót ekki lengi að borga sig upp. Sumir segja mislæg gatnamót eru bara tímaskekkja vegna þess að einkabílismin er að komast í tísku. Fólk bara, nú munu allir skipta yfir í hjól eða ganga eða strætó og bensín verður að hækka, þannig að einkabílinn verður bara smá saman úreltur og þá þýðir ekki að sitja uppi mislæg gatnamót. Ég held að við getum ekki tekið til þetta sjónarmið, mislæg gatnamót og einkabílinn. Ég held að hann verði nú ríkjandi einhver áratugi viðbót og þess má geta að Reykvíkingar hafa betri möguleika því heldur en margar aðrar þjóðir að rafmagnsvæða bílaflotann. Hér er rafmagn frekar ódýrt. Við erum með Íslendingar eru stærsti raforkuframleiðandi í heimi miðað við fólksfjölda og á margan hátt eins og kannanir gefur til kynna þá eru góðir möguleikar á því fyrir marga eins og margir hafa huga og menn eru byrjaðir á að skipta úr bensínbílum yfir í rafmagnsbíla. Ég tek að mörgu leyti undir það sjónarmið og ég tel mig sjálfan hafa verið í fremstu röð á því sviði að draga úr þessum áherslum að þjóna eingöngu einkabílnum hér í borginni með tillöguflutningi til þess að bæta aðstæður gangandi og hjólandi vegfarenda. Ég tók til dæmis þátt í umferðaröryggisáætlun sem var samþykkt árið 2002 mann rétt, sem gekk út á það að koma hér á reiðhjólabrautum, að það hafði gengið allt of hægt þrátt fyrir viljakjörinna fulltrúa að koma hér upp reiðhjólabrautum og það var sett inn í þessa umferðaröryggisáætlun að við lagningu allra nýrra gatna og endurgerð gamalla gatna þá er það skoðað með sérstökum hætti hvort að það var ekki hægt að koma fyrir hjólreiðabrautum við þessar götur eins og hefur verið gert með góðum árangri víðum heim, til dæmis í Kaupmannahöfn og Ásnendam. Nú, því miður þrátt fyrir að þetta plagg væri samþykkt einróma í borgarstjórn, þá liðu mörg ár þangað til að einhvern veginn kerfið tók við sér og tók þetta alvarlega. Kannski ekki fyrir en með því að Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi, varð formaður umhverfisráðs, þá fannst mér kannski kerfið loks taka við sér. Og það er mjög ánægjulegt að sjá að þetta hugafar skilar sér mjög vel inn í þessa skipulagstillögu og við eigum að sjálfsögðu að gera vel við gangandi og hjólandi vegfarendur en við eigum líka að gera vel við þá sem eru akandi og mér finnst það sömuleyti ef maður les þetta skipulag þá finnst mér eins og því sé stefnt gegn þeim sem kjósa að fara akandi leiðar sinnar og það til í miður. Ég tel að við höfum að þjóna öllum þessum formum en vissulega var komið tími til þess að leggja meiri áherslu á gangandi og hjólandi vegfarendur en hér var gert langt skeið. Nú, já, og þá komum við að almenningssamgöngum. Ég er líka ánægður að sjá hvaða áhersla er í þessari tillögu lögð á almenningssamgöngur og eflingu þeirra innan borgarinnar. Ég get að mörgu leyti verið sammála því. En mér þykir miður að sjá að þarna er gert ráð fyrir að miðstöð almenningssamgangna verði á BSI við Vatnsmýraveg á BSI í Reykjunum. Ég hefði kosið og kannski gefst tækifæri til þess á kynningartímabilinu að skoða með gagngerum hætti hvort það sé heppileg lausn. Ég hef rætt við sérfræðinga í þessum málum sem efast stórlega að BSI sé rétti staðurinn. Lækjartorg var rétti staðurinn örugglega árið 1930 fyrir miðstöð almenningssamgangna. Hlemmur var góður staður árið 1950 fyrir einhver mistök eða bara ranga pólitíska ákvörðun var árið 2005 ákveðið að byggja áfram á Lækjartorgi og Hlemmi og ég hygg að það hafi verið og tel að það hafi verið mikil mistök og ég held að flestir sjáu það núna að það var ekki rétt. Auðvitað þarf að finna helst eitt stað sem getur svona verið miðstöð fyrir almenningssamgöngur í borginni og ég tel vissulega að BSI sé skárri staður heldur en Lækjartorg og Hlemmur, skárri staður en ég held að það þurfa að fara heildstæð úttekt á því hvaða staður sé bestur. Þessi staður ekkert endilega það sem BSI er. Ég veit til dæmis að margir sérfræðingar telja að þessi staður þurfa að
mun austar, mun nær þungamiðju höfuðborgarsvæðisins og Reykjavíkur. Mér skilst að þungamiðja Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins sé annaðhvort Vogaskóli eða Víkingsheimilir eftir því hvernig maður reiknar, og æskilegt væri að hafa slíka miðstöð almenningssamgangna nálægt þeim stað. Það gæti verið Mjóddin, það gæti verið Kringlan þar sem miklir umferðarásar skerast, en ég veit að margir sérfræðingar telja að þessi staður ekki verið miklu vestar en Kringlan. Þannig að ég tel algjörlega komið tíma til að gefa almenningssamgöngum meiri gaum í borgarskipulaginu, en sé að það er gert ráð fyrir þessari tillögu að það verði BSI, en ég myndi fá að vita, vilja fá það á hreint, hvaða heildstæða og fræðilega úttekt hefur farið fram á þessum málum og leiðir til þess að menn velja BSI en ekki eitthvað annan stað. Já, þetta og aftur að stofnbrautunum. Eins og ég sagði á, mislæg gatnamót eru þarna tekin út að miklu leyti. Það er þó sýndur áfram miklubrautar stokkur og það er ágætt. Það er ágætt að sýna hann. Ég efast hins vegar raunhæfni þess að hann verði grafinn á næstu árum og jafnvel áratugum. Við vitum að þetta verður mjög dýr framkvæmd. Samkvæmt skýrslu samgönguframkvæmdir í Reykjavík frá 2008 þá var gert ráð fyrir að slíkur stokkur frá Klambratúni austur fyrir Kringlu kostaði 8 milljarða króna, sem eru þá kringu 10 milljarða króna núverandi verðlagi miðað við byggingavísitölu, og gatnamót Miklubrautar Kringlumýrarbrautar sem verið þarna með ásamt stokki á Kringlumýrarbraut og gatnamóti við Lystubraut gæti þá kosta líka í kringu 10 milljarða króna á núverandi verðlagi. Og ef það er farið í þá framkvæmd þá mætti reikna með 20 milljarða króna heildarkostnaði við slíka framkvæmd nú. Og reynslan segir okkur auðvitað að við getum alltaf búist við að kostnaður hækki eitthvað á sjálfum framkvæmda tímanum. Og það má líka geta þess að íbúar í hálendishverfi voru óánægðir með þessar tillögur, töldu stokkinn á og skammt og gerðu kröfu að hann næði austur fyrir Grensásveg. Ríkið greiðir meginhluta kostnaði við slíka framkvæmd af því það að ræða þjóðbraut í þéttbýli. En það mun jafnframt, ég held að ef borgin fer að herja á ríkið með að borga þetta, þá held ég að ríkið geti auðvitað skotið sér bak við það að núverandi borgarstjórnarmeirihluti gerði samkomulag við ríkið að hætt yrði við öll stórverkefni í vegagerð í Reykjavík næstu 10 árin að minnsta kosti. Þannig að ég tel að við sjáum það að þessi borgarstjórnarmeirihluti, hann annars vegar semur við ríkið að hætta við öll stórverkefni í vegagerð í Reykjavík að minnsta kosti með stofnbrautakerfið. En á sama tíma er stórverkefni sem þetta sýnt í skipulagi sem getur kostað alltaf 20 milljörðum króna. En allt í lagi, þetta er skipulag til langs tíma, en það er að minnsta kosti ljóst að það er ekki að veruleika fyrir til 10 ár og reyndar stórauðstu að jafnvel þá verði auðvelt að fá ríkið til þess að leggja út í svo dýra framkvæmd. Auðveldara yrði örugglega að fá ríkið til þess að leggja út í svona takmarkað eða betur skilgreinda framkvæmdir eins og mislæg gatnamót sem eru miklu ódýrari og menn hafa reynslu af. En svona þegar ég bara endurtaka það, þegar á heildinni litið þá líst mér ágætlega margt í þessu skipulagi. Ég held að þetta verði að mörgu leyti góður leiðarvísir inn í framtíðina, en þó eru þarna nokkur atriði sem ég gefst ekki að og ég hef getið hér sem tekið rangur kúrs sem þurfi að leiðrétta. En ég tel hins vegar ekkert því til fyrirstöðu að þessi tillaga sé sett í auglýsingu og kynningu á meðal almennings. Ég get ekki stutt hana eins og hún er lögð fram hér og ég leyfi mig líka að gagnrýna tímann sem við leggjum þennan tíma sem við leggjum þessi tillaga lögð fram á og ef ég hef skilið ferlið sem er framundan þá finnst mér það ekki bera vott mikla lýðræðis- og samráðshugsun hjá þessum borgarstjórnar meirihluta. Ef það er samþykkt hér í dag að setja þetta í auglýsingu þá skilst mér það líður mánuður
á meðan að þessi tillaga er í ferli hjá skipulagsyfirvöldum. Nú síðan í byrjun júlí verði hún þá sett í almenna kynningu og auglýsingu og ef maður rétt hafa talað 8 vikur. Og sáu þið fyrir ykkur borgarfulltrúar góðir, heilt aðalskipulag Reykjavíkur, heilt mörg hundruð blaðsíður. Þær eru settar í kynningu í júlí og ágúst. Sjáu þið fyrir ykkur að fólk taki mörg hundruð blaðsíður, mörg hundruð blaðsíðna doðranta með sér í sumarfríið og renni yfir þetta með þeir í sumarfríinu. Ég held að þótt margir Reykvíkingar hafi brennandi áhuga á skipulagsmálum, þá efast að margir þeirra taki þetta með sér í sumarfríið eða skrolli þetta á tölvunni sinni. Ég verð að segja að ég tel sumarið ekki góðan tíma til þess að kynna og ræða slíkt aðalskipulag. Ég er viss um að fjölmörg íbúasamtök og hagsmunahópar getur vel hugsað sér að halda opna fundi í sínum hverfum til þess að ræða þetta skipulag, fá borgarfulltrúa á fund, skiptast að skoðunum, gera athugasemdir og fleira. Ég rekna nú ekki með að margir haldi slíkan fund í júlí og ágúst, aðal sumarleyfismánuðina. Ég verð að segja að það komi mjög á óvart þegar ég komst að því að borgarstjórnarmeirihlutann ætlar að standa þannig að málum, en kannski hægt að ræða það að þetta það verður ekki með 8 vikur í þessari kynningu, þetta tímabil standi út september til dæmis, þannig að minnstakosti fjölmargir aðilar sem ég vissum að væri til í að ræða þetta, íbúasamtök, foreldrafélög, íþróttafélög hér í bænum, gætu fundað. Ég vil því svona skora meirihlutann að skoða þetta vinnulega aðeins betur og framlengja þennan tíma sem þessi stóra tillaga á að vera í umræðu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Mér langar nú að taka stuttlega þátt í þessari umræðu þó að ég sé ein af kannski fáum sem hér sitja sem hefur ekki tekið beinan þátt í vinnunni við gerðdraga aðalskipulag Reykjavíkur. Fyrst langar mér að byrja eins og aðrir að þakka þeim sem hafa tekið þátt í þessari vinnu því mér finnst hún á heildina litið mjög góð. Ég vil þakka borgarbúum sem hafa tekið þátt í þessu samráði sem átt hefur sér stað og mér finnst frábært að fólk sjái sér fært og gefi sér tíma í að gera þetta, koma og deila hugmyndir sínum betri borg þannig að þeir sem við þetta vinna hafi meira efni og dýpra efni og betra til að vinna með og ég tel að meðal annars sé það svo að þessi drög og tillaga að skipulagi séu eins ágæt og þau eru. Ég held að þessi áhersla einmitt á að viðhalda grænum svæðunum og að byggja hér upp valkosti í ferðamáta sem við höfum talað svo lengi sé núna einhvern veginn að gerjast hérna fram í þessum tillögum. Og ég held að þetta skipti alveg gríðarlegu máli fyrir borgarbúa. Leið þegar þéttingin verður meiri verður hægt að bæta að sjálfsögðu almenningssamgöngur eins og hefur komið margoft hér fram og ég ætla svo sem ekki að fara tíunda allt sem hefur komið fram. Ásamt blöndun byggðarinnar þá held ég að þetta geti allt saman leitt til mjög skapandi umhverfis, betra mannlífs og meiri menningar. Og ég held að það sé gott og vel fyrir okkur öll. Það sem mig langaði svo sérstaklega til að taka undir velferðarvinkillinn á því að þétta byggð, á því að stytta vegalengdir, á því að gefa fjölskyldum kost á því að leggja bílnum þegar tekjurnar duga ekki og hafa verið sitjandi í velferðarráði hér í nokkur ár, þá veit ég að þetta skiptir gríðarlegu máli og þetta eitthvað sem við þurfum svo sannarlega að vinna að í framtíðinni. Því að það einfaldlega svo að hér búa fjölmargar fjölskyldur sem ekki hafa hreinlega efni á því að reka
einkabíl. Hér að sjálfsögum drög að ræða sem að nú fara í auglýsingu eins og margir hafa rakið og auðvitað eiga þá eftir að koma upp fjölmargar athugasemdir og jafnvel nýjar tillögur sem við þurfum að skoða og meta og geta jafnvel haft einhver áhrif á hvernig við munum sjálfs og vilja meðhöndla loka skýrsluna og þær geta sjálfsögðu haft áhrif til breytinga á hana, þannig ég hvet fólk til að lesa þetta vel og skila inn öllum þeim athugasemdum sem það hefur. Hér auðvitað þessi hin pólitíska kartefla, ef svo má segja, flugvallarmálið sem hefur einhvern veginn stolið svolítið allri umræðunni þetta skipulag, finnst mér. Og ég þeirrar skoðunar að flugvallarmálið bara ekki full unnið. Og af því að það ekki full unnið, þá höfum við enga kosti, við getum ekki horfið frá því sem dregið upp í skipulaginu. Það okkar vinna að fara í gegnum þetta mál, skoða valkostina sem dregnir voru hér upp fyrir nokkrum árum, sumir aldrei nefndir í dag. Þrátt fyrir að mikil óánægja sé með einhverja, þá eru aðrir aldrei nefndir. Það náttúrulega ekki hægt. Ég tel að málið sé engan veginn fullunnið og það okkar verkefni að fara í það. Og það eigum við að sjálfsögðu að gera sem fyrst og helst bara strax. Það þarf auðvitað að draga hér nýja ríkisstjórn að borðinu og hefja viðræður. Hvað vill ríkið gera? Það eru miklir hagsmunir Reykvíkinga af því að hafa byggð í Vatnsmýrina. Það hefur verið sýnt fram á það og við höfum ekki efni á að hundsa það þegar við erum ekki búin að fullvinna málið. Og það mín skoðun hér og mér langaði til að gera grein fyrir henni og annars bara þakka ég kærlega fyrir og ég mun styðja það að þessi drög fari í auglýsingu. Takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að fara yfir það sem allir hafa sagt. Nei, djók. Mér láðist að þakka starfsfólki skipulagssviðs fyrir frábært starf á undanförnum 7 árum í allri þessari vinnu. Ég búin að vera að hugsa allan þennan tíma meðan aðrir hafa verið að tala hvort það sé ástæða til þess að koma sérstaklega upp, en hafi það einhvern tímann verið og þá það nóg. Það nefnilega þannig að þetta skipulag væri ekkert eins og það samstæðan væri ekki eins og hún og stemningin almennt, ef ekki væri fyrir starfsfólk skipulagssviðs, þá sérstaklega Harald Sigurðsson sem hefur leitast aðalskipulagsvinnu frá því ég man eftir mér og Ólöf Arvarsdóttir sem núna sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs og hefur verið í ýmsum hlutverkum gegnum þetta allt saman. Það bara mjög mikilvægt að þau tvö ásamt að sjálfsögðu öðru starfsfólki sviðsins sem hefur unnið sem stór og mjög góður og öflugur hópur og allir sérfræðingar sem hafa komið að þessu líka. Það ástæða til þess að þakka þeim sérstaklega fyrir vel unnin störf. Ég vildi bara koma hér og árétta þessi leiðumistök. Forseti vill þakka borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur fyrir hennar þakkir til starfsfólks umhverfis- og skipulagssviðs sem ég held að allir borgarfulltrúar geta tekið undir. En þá hefur hún lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjalti Hjaltason. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar. Já, ég ætla bara að halda áfram að þakka og sérstaklega að þakka fyrir umræðina hérna í dag. Þetta búið að vera mjög gaman fyrir mig og örugglega fleiri sem hafa verið með þetta skipulag einhvern veginn í haustum núna í 3 ár og sumir miklu lengur að heyra borgarfulltrúa ræða þessi mál út frá sínum vinklum og sínum áhugamálum og sínum sjónarmiðum sem eru alveg endalaust mörg og endalaust flókin. Þannig að
En almennt og eiginlega alltaf uppbyggileg og fróðleg samræða hérna í salnum. Þetta er eitt af mikilvægastu málum allavega í skipulagsferlinu. Ég held að sé eitt af mikilvægastu borgarmálunum í dag. Það er að vinna þetta aðalskipulag vel og koma þessu aðalskipulagi út. Það voru nokkrum svörum beint til mín. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson spurði mig út í áætlaða fjölgun bæði íbúðasvæða og atvinnusvæða og benti þar á visst misræmi á milli áætlaða þarfar og áætlaðra svæða eða umfangs. Þannig að við gerum ráð fyrir það er svigrúm. Það er gert ráð fyrir fleiri fermetrum í atvinnuhúsnæði og það er gert ráð fyrir meiri fjölgun íbúðarhúsnæði heldur en raunverulega þörfin segir til Og það hefur verið, segja mér, sérfræðingar og við höfum svo sem rætt þetta í hópnum að það er hugsað til þess að það sé svigrúm, að það sé pláss fyrir fjölbreytni og pláss fyrir það að svæðin byggist ekki alltaf upp nákvæmlega eins og við viljum. Það er náttúrulega þannig með skipulagsmál að þau gefa ramma, þau þurfa að gefa svigrúm, þau geta ekki stýrt nákvæmlega. Mikið af þessum lóðum og þessum svæðum sem eru að fara í uppbyggingu og mun fara í uppbyggingu eru ekki í eigu borgarinnar. Þetta er í einkaeigu og þó það sé í eigu borgarinnar þá getum við ekki nákvæmlega vitað hvar hún vil byrja eða hvaða fyrirtæki fara á stað og hvaða svæði nákvæmlega þurfa, hvað mikið og hvað er best að vera. Þannig að það þarf að vera byggt inn í skipulagið svigrúm. Það er skipulag á að leggja stóru línurnar. Það getur ekki stýrt hegðun samfélagsins í smáatriðum eða stýrt í mikið. Það á að gefa raunverulega tækifæri. Það á að opna tækifæri til athafna og sem mest tækifæri. Það er auðvitað þarf að stýra því þannig að heildin skaðist ekki af athöfnum einstaklinga, heldur hagnast. Og ramminn sem settur fram hugsaður til þess að vernda lífsgæði almennings, en á sama tíma vernda líka frelsi einstaklingsins til athafna. Og þetta er svona þessi fína lína sem að skipulag þarf alltaf að fara. En umfram allt þurfum við að reyna að sjá fyrir eitthvað sem er útilokað að sjá fyrir. Hvernig samfélagi verður í framtíðinni eins og komið hefur inn á í þessum ræðum mörgum, getum við ekki vitað. Eftir 10 ár verður samfélagið gjörbreytt og fyrir 10 árum síðan hefðu okkur ekki grunað hvað gerast á síðustu 10 árum. Það er eitt sem víst er. Þannig að það er ástæðan fyrir því að þarna er ramminn rúmur. Að öðru leyti þá ætla ég nú ekki að svara einstaka hugmyndum og einstaka athugasemdum. Mér finnst að eiginlega núna er þetta plagg komið út og það stendur fyrir sínu. Þetta er viðamikið plagg og núna er næsta stig að kynna þetta, að fólk geti kynnt sér þetta, að þetta fari í almenna umræðu og við þurfum að bregðast við henni þegar á meðan henni stendur og sjálfsögðu þegar henni er lokið. Það er, ég langar samt að segja vegna spurningar borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar hérna í lokin að við ætlum að kynna þetta yfir sumarmánuðina. Auðvitað gengur það ekki. Auðvitað þurfum við að láta þessa kynningu standa fram á haustið. Nákvæmlega hvenær tíminn er ekki verið ákveðin en það er ljóst að það er náttúrulega ekki hægt að kynna þetta yfir blá sumarið. Þetta er allt of mikilvægt plagg til þess og stórt og viðamikið eins og hann benti réttilega á. Ég vil að lokum, ég vil ekki hafa fleiri orð þetta. Ég finnst ég er búin að tala svo mikið aðalskipulag hérna í þessum sal að ég hafi ekki neinu við það að bæta. En ég vil að lokum bara endurtaka þakkir til borgarfulltrúa og endurtaka þakkir til allra þeirra fjölmörgu sem hafa gert þetta merkilega plagg að veruleika.
Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjalti Hjaltason lokið máli sínu. Þá komið að atkvæðagreiðslu og mér sýnist allir borgarfulltrúar vera í salnum. Við erum sem sagt að samþykkja að setja þetta aðalskipulag til áframhaldandi vinnu og samþykktin svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 innan sviga, apríl 2013 með framlögðum breytingum og lagfæringum, svigi lokast, samanber 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu samanber 7. grein laga nr. 105/2006 umhverfismat áætlana. Samþykkt að senda tillöguna ásamt umhverfisskýrslu til athugunar hjá Skipulagsstofnun og í kjölfar þess í auglýsingu. Þeir sem að greiða vilja atkvæði með þessari afgreiðslu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta samþykkt með 13 samhljóða atkvæðum. Fulltrúar boða bókun hér og aðrir fulltrúar áskilja sér rétt til bókunar. Og bókanir eru boðaðar undir 1. lið og verða kynntar síðar á fundinum. Þá skulum við fara í 2. lið á dagskrá borgarstjórnar. Það samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköpun borgarstjórnar. Þetta síðari umræða og